Góðan daginn, kæru áhorfendur og sveitarstjórnarfulltrúar. Velkomin á fund í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 223. Ég segi fund hér með settan. Aðalfulltrúar eru mættir Davíð Sigurðsson, Lilja Björg Ágústsdóttir, Eva Margrét Jónudóttir, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson og Sigrún Ólafsdóttir. Varamenn í dag eru Logi Sigurðsson í fjarveru Bjarneyjar Bjarnadóttir og Þórður Brynjarsson í fjarveru Eðvarðs Ólafs Traustasonar. Starfsmenn fundarins eru Flosi Rafn Sigurðsson og Stefán Broddi Guðjónsson. Mér langar til þess að byrja á því að óska eftir að fá að taka inn með afbrigðum frá auglýstri dagskrá, dagskrárlið númer 1. Dagskrárlið númer 21, fyrirspurnum frítt í sund og dagskrárlið númer 35, tillaga aukafund sveitarstjórnar. 20, fyrirgefðu dagskrárlið 20 og 21. Einhver athugasemdir við það? Það er ekki. Og jafnframt langar vill forseti koma með tillögu að gjaldskrár fyrir starfsemi sveitarfélagsins verði teknar til afgreiðslu í tvennu lagi. Einhverjar athugasemdir gerðar við það. Það er annars vegar fasteignaskattur og lóðarleiga og hins vegar aðra gjaldskrár í heild sinni. Einhverjar athugasemdir við það? Ekki athugasemdir og þá vindum við okkur að fyrsta dagskrárlið sem er venju samkvæmt skýrsla sveitarstjóra og við Stefán Broddi Guðjónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, íbúar Borgarbyggðar og aðrir áhorfendur. Nú jólamánuðurinn genginn í garð og fallegar vetrarstillur í veðrinu. Mælunum heima hjá mér, þá hefur átt í stað sveifla líklega í hitastigi líklega um ykkur á 17 gráður á fáeinum dögum. Hrikalega fallegt en mikið fjárhús eða mikið puð að skafa. Nú á vettvangi sveitarfélagsins hefur farið fram vinna við fjárhagsáætlun, hún hefur staðið yfir að undanförnu. Enda fer önnur umræða hér fram í dag og hér á eftir mun ég renna við greinargerð sem fylgir með fjárhagsáætluninni. Þannig að ég vil drjúga stund í pontu hér á eftir. Nú þá kannski rétt að svona því sem er í deglunni í sveitarfélaginu og á vettvangi sveitarfélagsins. Nú kannski fyrst að líti inn í safnahús en þar á tvær nýjar sýningar liti dagsins ljós nú í nóvember. Annars vegar að ræða sýninguna Gaumstól og fantasíur og fúkur til fjalla, ræða myndlistarsýningar á málverkum Guðlaugs Bjarnasonar og ég kíkti nú á sýningu daginn og það var svo skemmtileg saga á bakvið einmitt sýninguna Gaumstól og ég hvet ykkur til að kíkja í safnahúsið og fá í líka þá leið svona beint ég þá söguna á bakvið sýninguna. Þá opnaði einnig lítil jólaörsýning á aðventuhátíðinni þar sem má sjá gömul jólakort og hlusta og horfa á gamlar jólakveður. Nú það var mikið margmenn í Skallagrímsgarði daginn. Það var kveikt á auðvitað fallegasta jólatré landsins. Það er jú jólatré sem bara hefur staðið í garðinum svo lengi sem elstu menn muna. Það fékk það hlutverk að vera jólatré og stendur þar afar glæsilegt. Nú þá fyrir þann daginn þá gafst íbúum tækifæri að fara í safnahúsið, búa til hérna endurvennilegt jólaskaut þar sem annarkvort tók með sér eða hengdi upp í skalló. Nú þar, grunnskólarnir í sveitarfélaginu, gáfu síðan íbúum kakó og smákökur og tónlistarfólk á öllum aldri spilaði og sungu jólatóna. Þetta var falleg fjölskyldu samverustund og sjálfsögðu kíktu jólasveinarnir við og svo framvegis. En ég þennan daginn fór ég til safnahúsið, það var mjög jólalegt og skemmtilegt. Verð að viðurkenna að ég staðnæmdist dálítið lengi við kvikmynd sem rúllaði. Það verið tekin upp á jólatré skemmtun svona sirka árið 77, 78 eitthvað. Ég var svona með öðru auganu að leita sjálfur mér bregði fyrir, var ekki alveg viss, en þarna kemur svo sannlega fyrir augu fjöldi Bornesinga sem nú eru á miðjum aldri, sumir dálítið eldri og enn aðrir sem eru búin að kveðja. En hugsaði framhaldinu það sem þau sem hafa hér í Borgarbyggð og þetta land allt, tekið myndir og af alls konar viðburðum mannlífi og síðan deilt með okkur hinum. Nú hefur afkomendur haft frumkvæði að því. Þið vitum hvað ég er að tala og þetta er afar þakkarvert. Kærar þakkir fyrir þetta. Þetta er svona grundvöldar að við tökum svona viðburð eins og þannig og njótum þess. En
En það var skemmtilega aðventuganga hjá ferðafélagi Borgarfjarðar Borgarnes þennan sama dag og ekki í dásamlegum veðri. Kæra þakki fyrir það, gaman að fá að taka þátt í því og það bara svo mikið að útivistarmöguleikum í Borgarnesi og auðvitað alla Borgarbyggð og ekki síður að njóta þess í skemmtilegum hópi. Nú Kvenfélag Borgarnes færði Öldunni gjafir og áttu góða stund með Öldunni sem að nú nýttu þess að vera í nýju húsnæði við Sólbekka. En Kvenfélag Borgarnes kom færandi hendi þangað og þær gáfu Öldunni gjafir og áttu góða stund með starfsfólki. Meðal þess sem að Aldan fékk að gjöf var þyngingarsæng og sérstök slökunarglerugu að gjöf sem eiga að hjálpa til við slökun og draga á streitu og kvíða. Gjafirnar komu sérstaklega vel þar sem Aldan nýbúin að setja upp sérstakt skynörfunar og slökunarherbergi í nýja húsnæðinu á Sólbakka. Þetta er mjög skemmtilegt og þakkarvert. Þökkum Kvenfélaginu kærlega fyrir þessar góðu gjafir. Nú það var margmenn á súpufundi fyrir sem að var ætlaður atvinnurekendum í Borgarbyggð hér daginn, haldinn hér í Hjálmakletti. Fundurinn afar vel sóttur og ætli það hafi ekki verið 70 manns mest atvinnurekendur úr Borgarbyggð sem að hlýtu á áhugaverða fyrirlestra og tóku þátt í samtali við sveitarfélag og stjórnendur í sveitarfélaginu. Vonandi það sem svona helst brennur á atvinnulífinu í bænum. Og svona fundir eru mjög mikilvægur vettvangur en leið þurfum við á sveitarfélaginu að vera dugleg að hlusta á atvinnulífið og vera í beinu sambandi við það og ég fyrir mitt leyti vona að mér lánist að sinna því vel. Nú umhverfisviðurkenningar Borgarbyggðar voru afhentar í nóvember. Veitt voru viðurkenningar fyrir fallegasta lóð við íbúðarhús, snyrtilegasta lóð við atvinnuhúsnæði, snyrtilegasta bændabýlið, samfélagsviðurkenning umhverfis og samfélagsviðurkenning umhverfis og landbúnaðarverndar. Vinningshafar voru afar vel að þessum viðurkenningum komnir en lesa má nánar þessa niðurstöðu dómnefndar og vinningshafa á heimasíðu Borgarbyggðar sem auðvitað líka upprétt af alls konar upplýsingar. Nú, það er ánægjulegt frá því að segja að Borgarbyggð og Landbúnaðarháskóli Íslands hafa tryggt húsnæði fyrir slökkvilið Borgarbyggðar á Hvanneyri. Það eru mikil gleðitíðindi og með þessu búið að tryggja þetta öryggisatriði fyrir íbúa sveitarfélagsins á Hvanneyri og í nágrunn og auðvitað íbúa í Skorradal. Og húsnæði er 200 fermetrar að stærð og ég hef nefnt Hjartafjós. Húsnæði mun hýsa dælubílinn og slökkvibúnað auk þess sem slökkviliðsmenn fá aðstöðu. Ákaflega gott að vera komið með niðurstöðu hvað varðar húsnæðismálin slökkviliðsins á Hvanneyri og mig langar til að nota þetta tækifæri til að þakka Landbúnaðarháskólanum fyrir afar gott og lausnamiðað samstarf hvað þetta varðar. Nú, við hjá sveitarfélaginu erum auglýst eftir nýjum sviðsstjóra fyrir stjórnsýslusvið sveitarfélagsins og okkar ágæti Flosi Sigurðsson er ákveðið að kveðja til annarra starfa og það kemur auðvitað alltaf maður í mannsstað eða kona eða annar einstaklingur í mannsstað. Flosi mun væntanlega hverfa af okkar vettvangi í janúar en ég ætla að nota þetta tækifæri til að þakka honum fyrir afar gott samstarf og óska honum alls hins besta á nýjum vettvangi og ég vona að hægt er að kynna nýjan sviðsstjóra til leiks í janúar. Nú, Velheppna æskulýðsball fór fram í Óðali. Það er að viðburð sem að öll ungmenni á Vesturlandi koma saman og skemmta sér. Eða allavega öllum ungmennum á Vesturlandi stendur til boða að koma og skemmta sér. Ég er ekki viss um að Óðal hýsi öll ungmenni á Vesturlandi en rúmast þó vel margt fólk rúmast þó vel í Óðali en þetta tókst mjög vel og þetta sé allir hafa skemmt sér vel. Nú Tónlistarskóli Borgarfjarðar sýndi eða söngdeild skólans sýndi skilaboðaskjóðun eftir Þorvald Þorsteinsson nú nýliðna helgi. 2 sýningar í sal grunnskólans í Borgarnesi, afar vel sóttar. Nú mér tókst að fara á fyrir sýninguna og þetta var hrikalega vel að verki staðið til hamingju með það allir öll sem að þessu stóðu. Nú minni þá sem ég er hér inn í þessum sal og íbúa að stilla á jólaútvarp nemendafélags grunnskólans í Borgarnesi út þessa viku. Jólaútvarpið er ákveðin jólafyrirboð auðvitað og markar upphaf jóla hjá ansi mörgum í sveitarfélaginu. Metnaðfull dagskrá, tune in frá 10 til 10. Þessi 10 á mótana til 10 á kvöldin. Nú mig langar að minnast líka á samverudagatal Borgarbyggðar. Á hverjum degi síðan 1. desember hafa birst jólagluggar á Facebook síðu sveitarfélagsins og á Instagram. Ég held að starfsfólk sveitarfélagsins starfsfólk sveitarfélagsins er sem að opna glugga sem þeir sem að fylgjast með á Facebook eða Instagram geta fylgst með og tekið þátt og þannig er verið að gefa íbúum hugmyndir að samveru fyrir þann dag, vonandi með tiltölulega léttum og skemmtilegum hætti. Þetta vakið mikla lukku og áhorfendatölu farið fram úr björtustu vonu. Já, við erum að tala um þúsundir áhorfenda að þessu skemmtilega samveru dagatali þannig að
þannig að þátttakendur eru allir að verða stjörnur á samfélagsmiðlum. Það eru þetta gríðarlega mikið að vera, alls konar viðburður út allt í sveitarfélaginu, allt frá kósikvöldi á Hyrnutorgi og á morgun 50. og kaupfélagi með jólakvöld sömuleiðis á morgun og hjá jólagleði á Hvanneyri á sunnudaginn, hljómlistarfélag Borgarfjarðar með jólatónleika á sunnudaginn, Freyjukórar með tónleika í Snorrastofu á 15. daginn til viku og svona þetta eru fjölmargir viðburðir. Það er mjög mikið í gangi í sveitarfélaginu, þannig að við erum duglega við að njóta samvista og góðra lista nú í desember. Leið þá líka að biðja íbúa og þá sem eru hér að horfa að hugsa til allra þeirra fjölmörgu frábæru versluna og þjónustuaðila sem við hefum hér í Borgarbyggð, ekki nú þegar kemur að því að versla og gera vel við sig nú í desember. Nú ég ætla ekki að hafa þessa yfirferð lengri og þakka fyrir mig. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Greinilega nóg að vera í Borgarbyggð á næstu dögum og vikum. Þá er komið að dagskrárliði númer 2 sem ber heiti Gjaldskrá 2023 með málsnúmeri 2212-022 og það er lagt fram tillaga gjaldskrár fyrir starfsemi sveitarfélagsins og eins og forseti nefndi hér í upphafi fundar þá byrjum við á því að taka fyrir til afgreiðslu fasteignaskatt og lóðarleigu og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Þá er lögð fram tillaga álagningu fasteignaskatt í Borgarbyggð 2023 verði eftirfarandi 0,35% af fasteignamati samkvæmt A-lið 3. greinar laga tekjustofna sveitarfélaga, 1,32% af fasteignamati samkvæmt B-lið 3. grein laga tekjustofna sveitarfélaga, 1,39% af fasteignamati samkvæmt C-lið 3. grein laga tekjustofna sveitarfélaga. Þá er lögð fram tillaga að lóðarlagi í Borgarbyggð árið 2023 verið 1,5% af fasteignamati íbúðarhúsalóða og 2% af fasteignamati annarra lóða. Og ég gef orðið laust þennan lið. Og það er enginn sem kveður sér ljós og þá biður það fulltrúa sem samþykkja framlagða tillögu að gefa merki. Og það er samþykkt með 5 atkvæðum, einhverju sem kunna að vera á móti og það eru 4 sem sitja hjá fyrirgjöf. Þá liggur fyrir tillaga að öðrum gjaldskrám og það eru, ætla ég að telja hér upp, gjaldskrá félagsþjónustu, gjaldskrá meðhöndlun úrgangs, gjaldskrá íþróttamiðstöðva, gjaldskrá og reglur fyrir gámasvæði, gjaldskrá á Vatnsveitu í Álftaneshreppi, gjaldskrá fyrir hunda og kattahald í þéttbýli, gjaldskrá fyrir tæmingu rotþróa, gjaldskrá fyrir söfnun og eyðingu dýraleifa, gjaldskrá fyrir ljósritun, gjaldskrá fyrir mötuneyt í grunnskólum, gjaldskrá fyrir frístund, gjaldskrá fyrir leikskóla og tillaga reglum systkinaafslátt. Og ég gef orðið laust þessi gjaldskrár og það er enginn sem kveður sér hljós og þá fyrirgefðu. Lilja Björk hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég ætla kannski bara aðeins að gera grein fyrir atkvæði mínu í þessum lið en ég ætla að setja hjá við afgreiðslu á þessu, ekki það ég sé á móti því að gjaldskrár hækki með tilliti til verðlags að hverju sinni, heldur eins og var afgreitt hérna áðan að þá var lagt upp með að álagningarhlutfall fasteignaskatts yrði það sama, sem þýðir það að með hækkandi fasteignamati þá aukast álögur á íbúa heilmikið, suma íbúa og það er töluverð hækkun að taka inn 7,5%. Ef þú ert með hækkun á öllum gjaldskrám, þú ert líka með sama, það er ekkert verið að koma til móts við fasteignaeigendur til dæmis með því að lækka álagningarhlutfallið og þess vegna ætla ég að sitja hjá við afgreiðslu á þessum lið. Takk fyrir það, Lilja Björk, og orðið ennþá laust þessa tillögu. Og það er enginn sem kveður sér hljós og þá biður það fulltrúa sem samþykkja fyrirliggjandi aðrar gjaldskrár að gefa merki. Og það er samþykkt með 5 atkvæðum, einhverju sem kunna vera á móti og það eru 4 sem sitja hjá. Þá erum við komin að, ef ekki bara kalla þetta aðal dagskrárliðnum, sem er fjárhagsáætlun 2023. Málsnúmer 2206-062 og það er lagð fram til síðari umræðu tillaga fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2023
ásamt tillögu að fjárheimildum fyrir árið 2024 til 2026. Og ég gef orðið laust. Stefán Broddi Guðjónsson sveitarstjóri er óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Ég ætla þá að renna yfir hér greinargerð sem tekin hefur saman vegna seinni umræðu fjárhagsáætlun 2023 og áætlun fjárheimildir árin 2024 til 2026. Fjárhagsáætlun Borgarbyggðar er hér lögð fram til seinni umræðu ásamt áætlun fjárheimildir fyrir árin 2024 til 2026. Milli umræðna hefur áætlun gjaldskrá verið færð upp í átt að verðlagsþróun. Fjárfestingaráætlun hefur verið færð eilítið niður og hliðrað. Áætlun fasteignaskatta hefur sömuleiðis verið endurskoðuð og er nú miðað við óbreytt hlutfall frá fyrra ári. Þá hafa einstaka rekstrarliðir verið endurskoðaðir, ýmist til hækkunar eða lækkunar. Á milli umferða hefur umræðan stuðlað að því að styrkja afkomuna fyrir árið 2023 og til næstu ára. Markmiðum að ráðast í verulega fjárfestingar til styrktar lífskjörum í Borgarbyggð stendur óhaggað. Við núverandi aðstæður þarf Borgarbyggð hins vegar að standa vörð sína tekjustofna til þess að viðhalda jafnvægi í rekstri í gegnum slík fjárfestingaráform. Öllum sem fylgst hafa með fjölmiðlum undanfarnar vikur og mánuði ætti að vera ljóst að starfsumhverfi sveitarfélaga er þungt þessar mundir. Leið má segja að skilaboðin séu tvíbent. Seðlabankinn áætlar að hagvöxtur í landinu á þessu ári verði 5,6% og sér einnig fram á ágætan hagvöxt á næsta ári, eða 2,8%. Aðeins örfá önnur iðnríki geta státað af slíkum hagvexti. Ef þetta gengur eftir, verður vinnumarkaðurinn áfram sterkur og þó verðbólga lækki eitthvað frá því sem nú er ólíklegt að stýrivextir taki að lækka í bráð. Vonandi þýðir þetta samt að fyrirtækjum og íbúum í Borgarbyggð muni halda áfram að ganga vel. Velgengni þeirra styrkir tekjugrunn sveitarfélagsins en leið er ljóst að kostnaður hækkar og hækkun verðtryggðra skulda í yfirstandandi verðbólguskoti leiðir til þess að rekstrarniðurstaða á yfirstandandi ári, þar sem 2022 verður öllum líkindum neikvæð og þetta verðbólguskot setur sömuleiðis þrýsting á fjármagnskostnað á árinu 2023. Í fjárhagsáætlun 2023 er gert ráð fyrir óbreyttri útsvarsprósentu upp á 14,52% og er áætlað að tekjur af útsvari verði 2.543 milljónir króna sem er aukning 10,8% milli ára. Fasteignamat í sveitarfélaginu hækkar milli áranna 2022 og 2023 17,6% að meðaltali en nokkuð mismikið á milli flokka. Óbreytt álagningarprósenta fasteignaskatta þýðir að hlutfallið verður 0,35% í A-flokki, 1,32% í B-flokki og 1,39% í C-flokki. Heildartekjur sveitarfélagsins af fasteignaskatti er áætlaðar 666 milljónir króna sem er aukning 93 milljónir króna eða 16,2% á milli ára. Er gert ráð fyrir að álagningarprósenta lóðarleigu verði óbreytt á íbúðarhúsalóðum frá fyrra ári eða það er að segja 1,5% af lóðamati og einnig af öðrum lóðum það er að segja 2% af fasteignamati. Tekjur af lóðarleigu er áætlaðar 119 milljónir sem samsvarar hækkun upp á 16 milljónir króna milli ára eða 15,9%. Borgarbyggð fær framlag úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga og áætlað að það verði 1.370 milljónir á árinu 2023 sem er í takti við áætlun jöfnunarsjóðs. En er þó veruleg aukning eða 18,6% á milli ára. Á árinu 2023 er því áætlað að skatttekjur Borgarbyggðar aukist 12%, samanlagðar tekjur samkvæmt tekjustofna lögum munu hins vegar aukast 13,9% samkvæmt áætlun og samanlagðar tekjur samstæðu Borgarbyggðar munu aukast samtals 14,5% gangi áætlunin eftir. Reiknað með að gjaldskrár hækki almennt 7,5% á milli ára en nokkrar eru bundnar breytingum á byggingavísitölu og taka breytingum í takti við hana. Gjaldskrárbreytingar eru lægri en sem nemur verðlagsbreytingum en til hliðsjónar var höfð breyting verðlags án áhrifa af húsnæði. Þó reiknað með að gjaldskrá vegna sorphirðu og vegna söfnunar og eyðingar á dýraleifum hækki meira til að mæta auknum kostnaði vegna þessara málaflokka sem til eru komna vegna breytinga á regluverki. Áætlunin gerir ráð fyrir tekjuvexti talsvert umfram verðlagsþróun í Borgarbyggð og gefur grunninn til kynna að samfélagið hér sé að vaxa í líkum takti við íslenska hagkerfið. Á sama tíma er hins vegar áætlað að rekstrarkostnaður hækki 12,1% á milli ára. Af þessu leiðir að áætlaður rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnskostnað
hækkar á milli ára 177 milljónir króna. Þar með áætlað að framlegð hækki úr 7,4% af tekjum árið 2022 í 9,3% af tekjum árið 2023. Og veltu við frá rekstri sem hlutfall af tekjum hækki úr 8,0% árið 2022 í 9,4% árið 2023. En athugið að hér miðað við útkomuspá fyrir árið 2022 með þeim viðaukum sem samþykktir hafa verið. Laun og launatengd gjöld eru langstærsti kostnaðarliðurinn í rekstri sveitarfélagsins. Á yfirstandandi ári má ætla að 56,4% af öllum tekjum sveitarfélagsins hafi verið ráðstafað í laun. Áætlun laun árið 2023 gerð þannig að áætlaður launakostnaður reiknaður í samræmi við gildandi kjarasamninga, en í þeim tilfellum sem þeir liggja ekki fyrir gert ráð fyrir 7% launahækkun á milli ára. Margir kjarasamningar eru lausir árið 2023 og ríkir talsverð óvissa varðandi þróun launamála á næsta ári. Nú Borgarbyggð fylgir miðlægum kjarasamningum sem gerðir eru af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Eins og önnur sveitarfélög þá skiptir að Borgarbyggð miklu máli að laun helstu stétta sem starfa á sveitarfélögunum hækki ekki umfram almenna markaðinn líkt og raunin hefur verið síðustu ár. Það athyglisvert að það nánast innbyggt í áætlanagerð að launakostnaður hækja meiri krafti heldur en tekjur. Þannig einnig í áætlun Borgarbyggðar fyrir árin 2024 til 2026. Slík langtímaþróun verður þó aldrei sjálfbær og þess vegna hlýtur það að vera markmið okkar í Borgarbyggð að íbúafjölgun og þar með fjölgun launþega og útsvarsgreiðenda verði hér hraðari heldur en beinlínis fjöldi starfa hjá Borgarbyggð. Þessi áætlun alls engin niðurskurðaráætlun. Það hins vegar skýr vilji hjá stjórnendum sveitarfélagsins að nýta vel árið 2023 til að skoða hvar megi gera betur í rekstri og fjárbindingu. 50% tekna sveitarfélagsins rennur með beinum hætti til málaflokksins fræðslu og uppeldismál. En þar á eftir kemur félagsþjónusta og æskulýðs- og íþróttamál sem taka til sín í kringum tíunda part hvor málaflokkurinn sig. Ef aðeins horft til útgjalda A-hlutans þá renna hins vegar 55% beint til fræðslu og uppeldismála. Nú Borgarbyggð leggur mikið upp úr öflugu skólastarfi. Ný menntastefna hefur verið samþykkt fyrir sveitarfélagið og nú unnið að því að móta stefnu í skólastarfi á grundvelli hennar. Miðað við fjárfestingaráætlun eins og fyrirsjáanlegt að óbreyttu að kostnaður vegna skólastarf muni aukast vegna hærri fjármagnskostnaðar og afskrifta. Sveitarfélagið mun því skoða á móti hvar skynsamlegt verður að lækka fjárbindingu í skólahúsnæði og fækka fermetrum án þess að koma niður á þjónustu við nemendur. Eðlilegt er að sú vinna eigi sér stað í samhengi við innleiðingu nýrrar skólastefnu. Nú fjárhagsstaða Borgarbyggðar ágæt og útreiknað skuldahlutfall miðað við reglugerð áætlað í kringum 65% í árslok 2022. Árið 2023 gert ráð fyrir að hrein lántaka verði 224 milljónir króna sem stýra skuldir aukast hlutfallslega minna en áætlaðar tekjur sveitarfélagsins og skuldahlutfallið heldur því áfram að lækka. Hins vegar í áætluninni gert ráð fyrir hreinni nýrri lántöku upp á liðlega 1 milljarð bæði árin 2024 og 2025 samhliða fjárfestingu upp á það bil 1,6 milljarð króna hvort ár sig. Sú fjárfesting leiðir til hækkunar á afskriftaþörf og lántakan leiðir af sér hærri fjármagnskostnað. Það umtalsverð fjárfestingaþörf hjá sveitarfélaginu. Sú þörf aðallega í skóla- og íþróttamannvirkjum og nýjum götum í nýjum hverfum. Þessi uppbygging til að treysta lífsgæði núverandi íbúa og forsendur fjölgunar íbúa. En eins og þessi fjárhagsáætlun sýnir, þá má lítið út af bregða varðandi afkomu sveitarfélagsins til að draga verði verulega úr fjárfestingum. Á sama hátt má segja að vel tekst til í rekstri þá skapast svigrúm til að taka enn stærri skref í fjárfestingum. En fjárfestingar þurfa að taka mið af aðstæðum á fjármagnsmarkaði og á vinnumarkaði. Í dag eru aðstæður ekki hagstæðar til að ráðast í verulega lántöku. Hjá Borgarbyggð hins vegar lagt kapp á að ljúka grunnvinnu svo ráðast megi fjárfestingar þegar aðstæður skapast. Það þýðir samt ekki að mikilvægum verkefnum verði slegið á frest og árið 2023 gert ráð fyrir fjárfestingum og framkvæmdum fyrir 566 milljónir króna. Það helst að nefna að 333 milljónum verður varið í húsnæðismál og 226 milljónum króna í gatna- og stígagerð. Nú stendur við að ljúka vinnu við hönnun vegna endurbyggingar grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum árið 2023 og helst hefja framkvæmdir fyrir lok árs. Þá ætlunin að hefja undirbúningsvinnu við stækkun Uglukletts og þar verður þungin í framkvæmdum á árið 2024. Segja má reyndar að undirbúningur að stækkun Uglukletts sé þegar hafinn en færanlegar kennslustofur munu verða teknar í notkun í byrjun árs 2023 og munu þær vonandi nýtast áfram
á meðan á framkvæmdum stendur árið 2024. Markmiðið sem fyrr að í Borgarbyggð standi börnum til boða leikskólapláss í kringum 12 mánaða aldurinn. Á árinu 2023 verður áfram unnið að undirbúningi vegna byggingar á knatthúsi og stækkun núverandi íþróttahúss. Framkvæmdir við knatthús gætu staðið yfir árið 2025 og gangi áætlun eftir og stækkun íþróttahússins myndi fylgja í kjölfarið. Hafa skal í huga að fjárfestingaráætlun mjög háð því að sjóðstreymi af rekstri sveitarfélagsins sé sterkt, aðstæður til lántöku séu hagfelldar og Borgarbyggð hafi tekjur af eignarhlutum sínum í öðrum félögum, svo sem með arðgreiðslum eða með sölu eigna. Í þeirri fjárhagsáætlun sem hér lögð fram áætlað að sala eigna eða óreglulega tekjur af eignum skili sveitarfélaginu 200 milljónum króna í handbært fé á hverju ári frá 2024 til 2026. Þessi framsetning endurspeglar vilja Borgarbyggðar til að nýta árið 2023 til að grandskoða hvar fjármunir sveitarfélagsins nýtast best til að sinna skyldum sveitarfélagsins og hvar eignir eru betur komnar í höndum annarra eigenda eða rekstraraðila. Nú starfsemi sveitarfélagsins skipt í 2 hluta samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Í A-hluta eru aðalsjóður, eignasjóður og menningarsjóður, en undir þann hluta fellur allur rekstur málaflokka, viðhald, fasteigna og rekstur þeirra. A-hlutin að meirihluta fjármagnaður með skatttekjum, en í B-hluta eru stofnanir sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu Borgarbyggðar. Þær eru fjármagnaðar að 50% eða meira með þjónustutekjum og reknar sem sjálfstæðar einingar. Í tilfelli Borgarbyggðar hér bara sorphirðu, fjallskilasjóði, félagslegar íbúðir, hjálmaklett, vatnsveitur, ljósleiðara, viðbyggingu við Brákarhlíð, Menntaskóla Borgarfjarðar, nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar og reiðhöllina Vindási. Þá einnig í B-hlutanum samstarfsverkefni sem nú skylt orðið samkvæmt bókhaldslögum að taka inn í samstæðureikning sveitarfélagsins. Undir þeim lið nú hlutdeild Borgarbyggðar í Faxaflóahöfnum. Og breytir það nokkuð niðurstöðu samstæðureiknings að hún sé talin með, en einnig þarf Borgarbyggð að færa inn í fjárfestingaráætlun hlutdeild í áformum Faxaflóahafna. Nú, ég renni þá yfir helstu fjárhæðir í rekstraráætlun 2023. Fyrir A-hluta þá eru rekstrartekjur áætlaðar 5.386 milljónir, rekstrargjöld að meðtöldum afskriftum eru áætluð 5.115 milljónir. Það leiðir af sér niðurstöðu af rekstri án fjármagnsliða upp á 272 milljónir króna í pluss. Fjármagnskostnaður síðan áætlaður 142 milljónir og rekstrarniðurstaða þá jákvæð upp á 98 milljónir. Ef við horfum á samstæðunu og þá A- og B-hluta samtals, og að hér að horfa til rekstraráætlunar árið 2023, hér áætlaðar rekstrartekjur A- og B-hluta verði 6.138 milljónir króna, rekstrargjöld að meðtöldum afskriftum verði 5.813 milljónir, sem leiðir af sér rekstrarniðurstöðu án fjármagnsliða að hún jákvæð 325 milljónir króna. Fjármagnskostnaður áætlaður 215 milljónir króna, sem þýðir þá rekstrarniðurstöðu upp á 78 milljónir króna fyrir A- og B-hluta í pluss árið 2023. Hér á til samanburðar fjárhæðir úr ársreikningi 2023 og útkomsspá 2022, þá bæði fyrir A- og B-hluta, en árið 2021 voru rekstrartekjur A- og B-hluta. 2001 voru rekstrartekjur samstæðunnar sem 5.079 milljónir króna, rekstrargjöld með afskriftum 5.023 milljónir og niðurstaða án fjármagnsliða jákvæð 56 milljónir. Fjármagnskostnaður var hins vegar neikvæður upp á 113 milljónir og rekstrarniðurstaða því neikvæð 55 milljónir króna árinu 2021. Hvað var útkomsspá fyrir árið 2022? Þá gert ráð fyrir, og hér talað samstæðuna, upp á rekstrartekjur að fjárhæð 5.362 milljónir og að rekstrargjöld að meðtöldum afskriftum verði 5.135 milljónir. Að niðurstaða án fjármagnsliða verði þá jákvæð upp á 168 milljónir, en að fjármagnskostnaður hækki verulega og hér koma þá áhrifin af hækkandi verðbólgu. Fjármagnskostnaður verði neikvæður upp á 322 milljónir króna, sem leiðir af sér neikvæða rekstrarniðurstöðu upp á 169 milljónir króna. Nú, árið 2023 gert ráð fyrir að taka þurfi lánafjárhæð 570 milljónir króna til að mæta fjárfestingum. Afborganir lána eru áætlaðar 346 milljónir og reiknaði með að handbært fé A- og B-hluta verði 479 milljónir króna í árslok, en hafa ber í huga að talsverður hluti þess annaðhvort í eigu Menntaskóla Borgarfjarðar eða þá hlutdeild Borgarbyggðar í handbæru fé Faxaflóahafna sem verulegt og við sjálfur sér og Borgarbyggð ekki með beinum hætti
ráðstöfunarrétt yfir eða stjórn á. Víkjum þá að helstu fjárhæðum í áætluðum efnahagsreikningi árið 2023 og byrjum þá fyrst á A-hlutanum. Fasta fjármunir eru áætlaðir að þeir muni standa þá í árslok að fjárhæð þeirra verði 7.843 milljónir, veltu fjármunir verði 1.033 milljónir, eigið fé verði jákvætt upp á 4.509 milljónir króna, lífeyrisskuldbindingar standi í 1.347 milljónum króna, langtímaskuldir standi í 1.986 milljónum króna og skammtímaskuldir í 1.033 milljónum. Þá fyrir A-B-hluta, þar segja samstæðuna, og hér er áætlun fyrir árslok 2023. Gert ráð fyrir að fasta fjármunir muni standa í 10.459 milljónum króna, veltu fjármunir standi í 1.160 milljónum, eigið fé verði 5.126 milljónir, lífeyrisskuldbindingar séu 1.347 milljónum, langtímaskuldir standi í 4.104 milljónum króna og skammtímaskuldir í 1.042 milljónum. Til samanburðar lesið þá hér fjárhæðir úr ársreikningi 2021 og þá útkomuspá fyrir 2022, þá bæði fyrir A- og B-hluta. Fyrir 2021 eru fasta fjármunir í árslok stóðu þeir í 9.635 milljónum, veltu fjármunir stóðu í 1.142 milljónum, eigið fé var 5.217 milljónir, langtímaskuldbindingar voru 1.225 milljónir, langtímaskuldir voru 3.366 milljónir og skammtímaskuldir 969 milljónir. Í árslok 2022 eru fasta fjármunir hins vegar áætlað þeir munu standa í 10.105 milljónum, veltu fjármunum verði 1.103 milljónir, eigið fé verði 5.048 milljónir, lífeyrisskuldbindingar standi í 1.285 milljónum, langtímaskuldir standi í 3.670 milljónum og skammtímaskuldir í 1.204 milljónum króna. Víkjum þá bara örstutt að áætlun fyrir árin 2024 til 2026, en í áætlun árana 2024 til 2026 er gert ráð fyrir að útsvarstekjur sveitarfélagsins þróist í takti við spá Hagstofu Íslands breytingar á launavísitölu og íbúafjölgun í sveitarfélaginu verði 2% á ári. Reiknaði með að fasteignamat hækki 3% á ári og tekjur af fasteignasköttum í samræmi við það. Aðrar tekjur breytist í takti við spá neysluverðsvísitölu. Launakostnaður mun einnig breytast í takti við spá launavísitölu en aðrir útgjaldalegir taka mið af spá breytingu á neysluverðsvísitölu og taka fram að hér er verið að miða við þá spá sem Hagstofa Íslands hefur tekið saman. Nú gert er ráð fyrir að fjárfestingum, og nú er að tala tímabilið frá 2024 til 2026, gert er ráð fyrir fjárfestingum fyrir 3,8 milljarða á tímabilinu og lántöku sem nemur 3,2 milljörðum. Afborganir lána verða samtals 1,2 milljarðar og er reiknað með að skuldir og skuldbindingar verði 9,2 milljarðar króna í lok tímabilsins en þar af hreinar vaxtaberandi skuldir að þær mun standa í 6,6 milljörðum króna. Með þessa áætlun fer skuldaviðmið samkvæmt reglugerð hæst í 112% í lok tímabilsins en það stendur nú eins og áður sagði í kringum 65%. Samkvæmt viðmiðum eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga skal þetta hlutfall hins vegar ávallt vera undir 150%. Ef þessi áætlun sem hér eru farið yfir gengur eftir verður rekstur A- og B-hluta sveitarfélagsins hallalaus á árun 2024 en lítilsháttar halli árin 2025 og 2026. Niðurstöðu tölur sýna hve lítið má út að bregða í rekstri sveitarfélaga eins og Borgarbyggðar. Það er eins og markmið okkar að tekjur mun ekki aðeins árið 2023 vaxa hraðar en gjöld, það verður ekki aðeins árið 2023 sem tekjur muni vaxa hraðar en gjöld, heldur muni horfa til þess að það haldi áfram að verða raunin. Þá muni horfa til þess að losa fjármagn sem bundið er í starfsemi eða eignum sem lítið nýtast við þjónustu við íbúa. Og eins og ég sagði, það mun að talsverðu leyti verða eitthvað sá fókus sem við munum leggja áherslu á þegar við horfum á efnahagsreikning sveitarfélagsins. Þannig gæti skapast svigrúm til þess að fjárfesta af enn meiri krafti en hér er lagt upp með ef aðstæður leyfa. Takk fyrir. Þakka sveitarstjóra fyrir þessa greinagóðu yfirferð, greinagerð með fjárhagsáætlun. Kannski ágætt að taka fram að það hefur verið mikill samhljómur í vinnu í allri sveitarstjórn á milli umræðna og mikil virkni allra fulltrúa í þeirri vinnu og fyrir það ber að þakka.
Orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Nú liggur fyrir sveitarstjórn endanleg fjárhagsáætlun fyrir árið 2023. Hún tekur nokkrum breytingum á milli umræðna og ekki nægum að mati minnihluta sveitarstjórnar. Í fyrri umræðu bentum við á að allt of mörg rauð ljós væru í fjárhagsáætlun og þau hafa vissulega dofnað, en sá viðsnúningur er fenginn með aukinni tekjuöflun en ekki hagræðingu innan sveitarfélagsins, en ljóst er að margir málaflokkar eru að gildna. Minnihlutanum þykir miður að íbúar séu látnir bera þennan kostnað með þessum hætti og teljum við ekki hafa verið fullreynt að hagræða innan málaflokka. Þá þætti okkur eðlilegt að aukinni skattinnheimtu myndi fylgja uppbygging strax á næsta ári, en svo er ekki. Engin bygging mun rísa á vegum sveitarfélagsins á næsta ári, ekki fyrir árið 2024. Fjárfestingaráætlunin sem lögð er fram er metnaðarfull og það er vilji allra framboða að ráðist verði í framkvæmdir sem allra fyrst. Hún er þó afar ójöfn á milli ára og afar djörf fyrir stuttan tíma. Trúverðuglegra hefði verið að leggja hana fram yfir lengra tímabil og treysta því að góð verkefni sem eru öllum íbúum til hagsbóta fengju framgöngu óháð kjörtímabilum. Í ljósi alls þess sem fram hefur komið getur minnihluti sveitarstjórnar ekki annað en setið hjá þessari fjárfestingaráætlun sé hún höfð óbreytt. Með leyfi forseta sveitarstjórnar legg ég því fram eftirfarandi bókun fyrir hönd minnihlutans. Nú liggur fyrir endanleg fjárfestingaráætlun fyrir árið 2023. Það er ánægjulegt að sjá að meirihluti sveitarstjórnar tók að hluta til ábendingum minnihlutans að rekstur sveitarfélagsins þyrfti að vera sjálfbær og að jafnvægis sé gætt. Helstu breytingar á áætlun felast aðallega í aukinni tekjuöflun, meðal annars vegna hækkunar á fasteignamati þar sem álagningarhlutfall fasteignaskatts er haldið óbreyttu og því íbúar látnir loka bilinu. Tekjur af fasteignasköttum aukast í krónum talið 93 milljónir eða 16,2% en hækkun verðlags stefnir í 9–10% hækkun. Í krónum talið er það hækkun upp á 42 milljónir króna umfram verðlag. Eins hækka gjaldskrár sveitarfélagsins. Litlar tilraunir hafa verið gerðar til að auka aðhald í útgjöldum sveitarfélagsins og líkt að nefnt var í bókun minnihlutans á síðasta sveitarstjórnarfundi gildna margir málaflokkar milli ára hjá Borgarbyggð. Má þar nefna fræðslu og uppeldismál, þau hækka rúm 10% og verða í heildina 57,75% af skatttekjum okkar íbúa. Þá hækka brunavarnir 21% og skipulags- og byggingamál rúm 27%. Ljóst er að gera hefði mátt betur í að ná fram hagræðingu í rekstrinum áður en íbúar eru látnir borga brúsann með þessum hætti. Vilji allra framboða er að ráðast í uppbyggingu á innviðum og til að það sé framkvæmanlegt þá er forsenda að reksturinn sé í jafnvægi og að álögur séu eðlilegar og í samræmi við þá þörf sem er til staðar hverju sinni. Það er því vonbrigði að á sama tíma á álögur hækka umfram verðlag að áður samþykktum uppbyggingaráformum sé slegið á frest. Að aðeins eigi að fara í óskilgreinda hönnun á nokkrum verkefnum á næsta ári og ekki verður hafist handa við nauðsynlega innviðauppbyggingu fyrir árið 2024. Í þeirri fjárfestingaráætlun sem nú er lögð fram er í raun verið að fresta flestum fjárfestingum til ársins 2024 og þá á að fjárfesta fyrir 1,6 milljarða og síðan jafnháa upphæð árið 2025 og svo niður í 500 milljónir 2026. Fjárfestingaráætlunin er metnaðarfull og það er vilji allra framboða að ráðast verði í framkvæmdir sem allra fyrst. Hún er þó afar ójöfn milli ára og djörf fyrir stutta tímalínu. Trúverðuglegra hefði verið að leggja hana fram fyrir lengra tímabil og treysta því að góð verkefni sem eru öllum íbúum til hagsbóta fengju framgöngu óháð kjörtímabilum. Gæta þarf vel að fjárhag sveitarfélagsins og tryggja nauðsynlega innviðauppbyggingu, til dæmis á leikskóla og skólahúsnæði. Í því samhengi þarf að horfa á lögbundin hlutverk sveitarfélagsins og hvar þörfin er brýnust. Nú hefur nýr meirihluti verið við stjórnartaumana í hálft ár. Flest öll verkefni sem höfðu verið ákveðin af fráfarandi sveitarstjórn voru sett á ís og því hefur mjög lítið verið framkvæmt á yfirstandandi ári.
Í þeirri áætlun sem nú er lögð fram virðist nánast ekkert eiga að framkvæma heldur árið 2023. Þetta eru dapurlegar fréttir fyrir íbúa sveitarfélagsins þar sem að þörfin er brýn. Takk fyrir það, Thelma Harðardóttir. Orðið er ennþá laust. Davíð, gjörðu svo vel, Sigurðsson. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn og aðrir áhorfendur. Þetta er margt áhugaverð bókun hjá minnihlutanum. Mér þætti forvitnilegt að vita hvað þau eiga við þegar þau tala óskilgreinda hönnun. En þau svara því kannski hér á eftir, en ég ætla með leyfi forseta að fá að leggja fram hérna bókun fyrir hönd meirihlutans. Fulltrúar Framsóknar leggja hér fram fjárhagsáætlun sem einkennist af uppbyggingu og trú á vexti í sveitarfélaginu. Undirrituð hafa lagt á það áherslu í vinnu við fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun til næstu ára að undirbyggja sókn í sveitarfélaginu. Við sjáum undirliggjandi fjölgun íbúa og góður gangur er í atvinnulífinu. Í þeirri áætlun sem hér er lögð fram í dag endurspeglast vilji sveitarfélagsins til að leggja sitt að mörkum til að styrkja áframhaldandi sókn með framboði á nýjum lóðum bæði fyrir almenning og atvinnulíf, endurnýjun grunnskóla, stækkun leikskóla og uppbyggingu íþróttamannvirkja. Fjárhagsstaða Borgarbyggðar er sterk en afgangur af rekstri er lítill. Þó freistandi hafi verið að lækka álögur á íbúa í fjárhagsáætlun fyrir 2023 varð svo ákvörðun ofan á að treysta afkomu sveitarfélagsins í stað þess að lækka álögur. Þar vegur þungt að framundan er veruleg fjárfestingarþörf hjá Borgarbyggð. Metnaðarfull uppbyggingaráform sem góð samstaða hefur verið Þess í stað verður lagt kapp á að tekjur hækki umfram kostnað og hugað að einföldun bæði rekstrar og eignasafns. Þá er mikilvægt að stöðugt endurmat sé á nýtingu tækifæra til hagræðingar og skynsamlega ráðstöfun fjármuna. Ef vel gengur myndast ef til vill svigrúm til að lækka álögur og íbúa. Það verður gott að eiga það upp í erminni ef kólna fer í atvinnulífinu í Borgarbyggð. Sama gildir áform fjárfestingar. Borgarbyggð verður tilbúin að gefa enn frekar í þegar aðstæður kalla á. Næg verkefni bíða og inni í fjárfestingaráætlun þessa kjörtímabils eru meðal annars stækkun leikskólans Uglukletts, endurnýjun grunnskóla Borgarfjarðar og Kleppjárnsreykjum, bygging knatthúss í Borgarnesi, endurbætur slökkvistöðvar, gatnagerð, fyrsti áfangi að stækkun íþróttahús, ásamt því sem jafnt og þétt verður viðhaldið framboði á lóðum. Framsóknarflokkurinn væntir góðs samstarfs innan sveitarstjórnar og við íbúa það verkefni að treysta og einfalda rekstur sveitarfélagsins með áherslu á kjarnastarfsemi og grunnþjónustu. Framsýni er nauðsynleg til að takast á við nýjar áskoranir og byggja upp til framtíðar. Mikilvægt er að skýr framtíðarsýn liggi fyrir til grundvallar ákvarðan með heildarhagsmuni íbúa að leiðarljósi. Þannig höldum við áfram að bæta þjónustu við íbúa en getum leið fjárfest í auknum lífsgæðum. Svo áætlun sem hér er lögð fram hefur verið unnin í þéttu og góðu samstarfi allra fulltrúa í sveitarstjórn á milli umræðna. Vinna sem hefur einkennst af mikilli samstöðu, góðu samtali og sameiginlegum vilja til að stefna á uppbyggingu og vöxt í sveitarfélaginu. Fyrir það ber að þakka. Við viljum jafnframt þakka starfsfólki sveitarfélagsins sérstaklega fyrir þeirra aðkomu og þá mikilvægu vinnu sem er á þeirra herðum við undirbúning af fjárhagsáætlun. Takk fyrir. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Fjárhagsáætlun. Lilja Björg Ágústsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég get svo sem tekið undra með sveitarstjórnarfulltrúa Davíð að það var alveg ágætis samtal sem átti sér stað í aðdraganda við vinnu fjárhagsáætlunarinnar.
En eins og gengur að þá ekkert endilega allir sammála það hvernig best sé að nálgast verkefnin og það voru gerðar breytingar á fjárfestingaáætlun sem eru, held ég, allir sammála að séu jákvæðar. En hún samt sem áður ennþá þannig garði gerð að það verður erfitt að framkvæma til samræmis við hana sem hún lítur út í dag og það vantar jöfnuð á milli ára. Þannig að við séum að fjárfesta jafnt og þétt yfir kjörtímabilið og það hefði þurft að forgangsraða betur, setja þau verkefni sem við viljum leggja allt púðrið í framar og bíða með hin verkefnin, horfa til lengri en 4 ára. Ég held að sé allir sammála það að við munum aldrei geta fjárfest í svona mörgum mannvirkjum á sama tíma. Við þurfum að forgangsraða og nota peningana vel og horfa á 8 ár, 10 ár, 15 ár. Hvað það sem íbúar þurfa? Ekki bara hvað hver og einn vildi sjá að gerðist í aðdraganda kosninga og hvað hver og einn flokkur talaði fyrir. Það bara skiptir ekki máli. Nú þurfum við að vera með raunhæfa áætlun sem nýtist íbúum á þeim stöðum þar sem þörfin mest. Ég ætla aðeins að bregðast við hvað átt við í bókun minnihlutans óskilgreinda hönnun. Og þetta var alveg rætt líka á milli umræðna að þarna verið að setja, ef horft á fjárfestingaráætlun í heild sinni, þá þetta 4 ár. Árið 2023 verið að taka og setja í hönnun á alls konar verkefnum. Mismikið náttúrulega, bara eftir þörfum og það hefði að okkar mati verið skynsamlegra að nota þessa peninga í þau verkefni sem búið að forgangsraða framar, byrja að láta klára hanna þau, fara í framkvæmdir og byrja svo að hanna næstu verkefni. Því að þetta langhlaup, ekki stutthlaup og við eigum að það getur mögulega verið mjög breyttar þarfir eftir 4 ár. Þannig að þá getum við ekki einu sinni notað þá hönnunarvinnun sem í gangi núna. Ég ætla bara að nefna eitt lítið dæmi. Á síðasta ári, þegar við stóðum hérna fyrir ári síðan að koma saman fjárhagsáætlun, þá var aðalmálið að fara í byggingu á grunnskólahúsnæði, því þar var þörfin mjög mikil og brýn og allir voru sammála það. Núna staðan hins vegar þannig að við erum að horfa fram á biðlista á leikskóla hérna í Borgarnesi. Þannig að við þurftum að bregðast við þessu og færa byggingu á leikskólahúsnæði framar. Þannig að bara þessi breyting getur haft svakalega mikil áhrif, bæði á fjárfestingagetu, skuldastöðu og bara framtíðarsýn fyrir sveitarfélögin. Þannig að okkar mati skynsamlegra að nota peningana vel, nota peningana í verkefnin sem við þurfum að forgangsraða framar, en ekki smyrja þeim út á mörg verkefni sem við erum ekki einu sinni vissum að hægt að fara í á næstu árum. Við getum öll verið sammála það að við viljum að íbúum fjölgi. Við viljum vera eftirsóknarvert samfélag, ekkert endilega horfa á hausatöluna, heldur að hingað komi fólk að því að vilji búa hérna. Við höfum lengi verið að glíma við þann ímyndavanda og ég ætla bara að tala það eins og það að hér séu há fasteignagjöld. Þá erum við ekki bara að horfa á álagningarhlutfall fasteignaskatts, við erum að horfa á fráveitu, við erum að horfa á sorpgjöldin, við erum að horfa á alla þá fjármuni sem það kostar að reka fasteign. Eina sem við getum haft áhrif á sem sveitarstjórnarfulltrúar, það álagningarhlutfall fasteignaskatts. Þetta eina breytan sem við getum raunverulega haft áhrif á sem að skiptir fasteignaeigendur máli. Jú, við getum einhverju leyti tekið á okkur sorpgjöldin með því að hafa millifærslu fjármuna frá A-hluta yfir í B-hluta, en við viljum að B-hluta einingarnar eins og sorphirðan séu sjálfbærar, en það álagningarhlutfallið sem þetta snýst Hér eru íbúar að taka á sig að meðaltali 16% hækkun út af því að fasteignamat hefur hækkað, sumir meira, 20% jafnvel, og þarna hefðum við viljað sjá, eins og við ræddum á milli umræðna, að álagningarhlutfallið væri kannski 0,32%. Það strax verið að koma til móts við að því við erum að keyra hækkunin inn í aðra gjaldskrár líka. Og þetta leggst alltaf sama fólkið. Og við viljum laga ímyndina. Við viljum vera samkeppnishæf og hingað komi fólk að því það ekki í hæstu hæðum fasteignagjöld í Borgarbyggð. Og það ástæðan fyrir því að við vildum tala fyrir því að það yrði lækkað allan að einhverju leyti. Það líka það að ef við ákveðum að lækka ekki álagningarhlutfall fasteignaskatts og við fórum yfir það í bókuninni hvað það þýðir fyrir sveitarsjóð. Það eru auknar tekjur.
þá viljum við að það haldist í hendur við fjárfestingar og framkvæmdir, ekki hönnunarkostnað, heldur framkvæmdir. Við viljum sjá að það rísi hús og að sé verið að nota skattpeningana til þess að byggja. Þannig kannski hefði verið eðlilegt þegar við stöndum hérna eftir ár og erum að fara að fjárfesta 2024 og framkvæma vonandi, að þá hefðum við kannski ekki lækkað eða látið álagningarhlutfallið standa eins. Takk. Takk fyrir það, Lilja Björk Ágústsdóttir. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, aðrir áheyrendur. Takk fyrir þetta svar, Lilja. En eins og þú komst sannarlega inn á, þá eru þetta vissulega ekki óskilgreind verkefni sem er áætluð hönnun í. Og það er rétt að minnast á það að það bil helmingur fjárfestinga næsta árs er vissulega framkvæmdir. Það er gatnagerð sem er nauðsynleg til þess að tryggja nægt framboð af lóðum. Svo sé þetta fjölga íbúum hérna, svo sé nægt húsnæði fyrir íbúa. Þannig að þetta er ekki bara krass á blaði eins og það stendur, sko. En varðandi það, vissulega hefði verið freistandi eins og við höfum komið inn á að reyna að halda í handbremsuna varðandi hækkandi álögur, hækkandi gjöld og fasteignaskatt. En það er nú bara einu sinni þannig að við erum með metnaðarfull áform uppbyggingu í sveitarfélaginu og við horfðum bara fram á þá staðreynd að annarkvort var það að reyna bæði að auka tekjur, minnka rekstrarkostnað sveitarfélagsins sem er markmiðið núna næstu ár að ná niður til þess að geta fjárfest frekar og auk þess eru aðstæður eins og allir hér inni þekkja á lánamarkaði þannig að það þótti skynsamlegra að færa stóra bita af fjárfestingaráætluninni aftar í áætlunina. Við vorum öll sammála um það því að það er ekki hagkvæmt að taka lán í þessu árferði. Þannig að við stiltum næsta árs framkvæmdum í algjört lágmark og til að lágmarka lántöku við þessi skilyrði. Fleira var ekki. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Eva? Já. Þið ætla Lilja Björk Ágústsdóttir aftur. Gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur, bara örstutt andsvar hérna. Það er alveg hárrétt og það er ekki mjög hagkvæmt að taka lán núna. Hins vegar er ennþá meiri krafa á okkur sem stöndum í oddinum að hagræða, passa að málaflokkar stækki ekki of mikið. 10% hækkun bara á fræðslumálunum er svakalega miklu peningar. Tæplega 60% af fræðslumálum af skatttekjum okkar hér eru rosalega miklu peningar. Þannig að við verðum að horfa á reksturinn, við verðum að passa hann verði ekki of stór því að það er alltaf erfitt að skera niður, sérstaklega þegar það er svona óhagkvæmt að taka lán. Og þá eru líka ennþá meiri krafa á okkur að fara vel með peningana. Ekki vera að nota peningana í verkefni sem við vitum ekki einu sinni hvort það verða raunveruleika, heldur setja þau á þá staði þar sem þau virkilega þurfa að fara. Takk. Og Eva Margrét, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, aðrir fundamenn og áheyrendur. Mér langaði bara að spyrja út af því að þú, Lilja, talar lögbundin verkefni og forgangsröðun fjárfestinga, en hvaða verkefni eru það þá sem að við höfum verið að setja á fjárfestingaáætlun sem að ykkur finnst þá ekki vera forgangsmál og megi bíða fram á næsta kjörtímabil og hver væri þá þessi brýnustu verkefni sem mega alls ekki bíða? Og svo segja það sé ekkert að gerast 2023, engar byggingar að rísa, en það er náttúrulega mikil hönnunarvinna og undirbúningsvinna í gangi og eru þið þá ósátt við að það sé verið að vanda til verka þar? Eða mynduð þið vilja stytta leiðina einhvern veginn? Takk.
Takk fyrir það, Eva Margrét. Orðið er ennþá laust. Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti sveitarstjórnar, aðrir fulltrúar og áheyrendur, mér langar bara aðeins kannski að ítreka það að við erum ekki að biðja að stytta leiðina til þess að fá uppbyggingar árið 2023. En það er afskaplega miður að sá tími sem að nýr meirihluti hefur setið í sveitarstjórn, það hefur voðalega lítið gerst. Hvað varðar framkvæmdir, hönnun og slíkt. Og það að vakna upp við það á áramótum og keyra allt á stað árið 2023, þar erum við að benda á að þar var sofið á verðinum. Ég held að það sé voðalega lítið svigrúm til þess að laga það eitthvað árið 2023, en það er vert að minna á það. Takk. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu fulltrúar. Sofið á verðinum, við höfum nú farið yfir þetta nokkru sinnum áður. Það hefur ekki neitt verið sett á ís af þeim framkvæmdum sem voru á áætlun þessa árs, annað en það var tekin stefnubreyting varðandi gervigras á íþróttavöllin. Og þar nú planað að byggja knattspyrnuhús. Það var ákvörðun sem byggingarnefndin tók strax eftir kosningar að fara að skoða þann möguleika, bera hann saman við hinn. Þannig að vissulega tafðist sú framkvæmd. Það hefði verið hægt að byrja á gervigrasinu á þessu ári, vissulega. Það var alveg ljóst að það myndi aldrei nást að klára það. Hinn framkvæmdin, grunnskóli Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum, það hefur ekkert verið í bið nema núna síðastliðin 1,5 mánuðin þegar það var ákveðið að bíða fram yfir umræðum fjárhagsáætlun áður en að fara yrði í útboð á hönnun á þeirri framkvæmd. Þau útboðsgögn eru tilbúin og það er ekkert því til fyrirstöðu að setja það af stað núna eftir að þessari fjárhagsáætlunar umræðu lýkur. En það öll töfin og það vegna þess að fyrri meirihluti, hann skipaði hér byggingarnefnd í lok kjörtímabils sem að hóf störf bara rétt eftir kosningar og svo byggingarnefnd hefur bara starfað á eðlilegum hraða með þeim verkefnastjóra að sankað sér gögnum og undirbúningi fyrir útboð og hönnun á þeirri framkvæmd. Þannig ég átta mig ekki alveg á því hvað ég vísi til þegar ég segi að við séum að setja þetta á ís. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Orðið er ennþá laust. Mig langar að biðja varaforseta að taka við fundarstjórnum sem að forseti óskar eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Já, forseti. Ég ætla að gefa Guðveigu Eyglóardóttur orðið. Já, forseti og sveitarstjórn og áheyrendur, það er gott að eiga þetta samtal fjárhagsáætlunina. Mér langar til þess að taka það fram bara til þess að byrja með að þessi sveitarstjórn hefur verið starfandi í hálft ár og það sem ég skynja hér er það að fulltrúar ákveðna flokka þeir óttast kannski mest af öllu að það muni virkilega eitthvað gerast á þessu kjörtímabili af því það gerðist reyndar ekki mikið á síðasta kjörtímabili þegar kemur á uppbyggingu. Þannig að ég skynja það að það sé mestu óttun og ég eins og er búið að fara fyrr yfir að fundinu þá hefur nokkuð mikið gerst á þessum stutta tíma og við skulum bara spyrja þegar við stöndum hér eftir ár hvernig staðan verður. Varðandi þá umræðu sem lítur að því að það sé ekkert að fara að gerast hér á næsta ári og engar byggingar munu rísa hér á næsta ári, það langar mig að minna þá fulltrúa sem voru hér í sveitarstjórn á síðasta kjörtímabili að það var einmitt vegna þess að það var farið og sett í eitthvað hraðagír við hönnun á grunnskóla Borgarnes sem við lentum í súpunni með það að vera með þvílíkan umframkostnað og okkur hefur verið bent á það í úttekti af KPMG. Þannig að við teljum gríðarlega mikilvægt ef við ætlum að taka mark á þeim ábendingum sem við höfum fengið varðandi stjórnsýslu Borgarbyggðar að þá fyrst og síðast þurfum að vanda okkur í skipulag og hönnun verkefna áður en við förum af stað. Þannig að ég verð líka bara að vekja máls á því að mér finnst aftur einkennilegt að tala um það að á sama tíma að við séum ekki að gera nógu mikið að þá kemur næsti fulltrúi upp og talar um að við séum að fara að gera of mikið.
Þannig að fulltrúar eru hér að tala í kross og það er kannski líka bara ágætt að koma fram að mér finnst við líka að vera að tala kannski í andstöðu við það sem við höfum rætt, en það er bara eðli stjórnmálanna og pólitíkurinnar að nýta þennan vettvang til að takast á. Það er aftur á móti, mér þykir það að vera meira virði að við eigum gott samtal innan við og heldur en út af við hér í myndavél og það skiptir meira máli, segi ég. En það sem við erum bara að líta fram á í þessari áætlun, sveitarstjórnarfulltrúi Lilja talaði að hér var ekki mögulega raunveruleg verkefni. Þetta er nefnilega raunveruleg verkefni. Við erum að fara á þessu kjörtímabili í uppbyggingu af þeirri stærðargráðu og magni sem hefur ekki sést hér, ég held bara í áratugi að minnsta kosti. Við erum bæði að fara í gatnagerð, við erum með framboð á lóðum, við erum að fara í uppbyggingu á leikskóla og skólahúsnæði og íþróttamannvirkjum. Við erum að fara í uppbyggingu sem íbúar sveitarfélagsins hafa kallað eftir í fjölda ára, uppbyggingu sem íbúar hér hafa verið að horfa á í sveitarfélögum allt í kringum sig. Við erum að nálgast þetta með skynsömum hætti og ég er bara mjög ánægð með það áætlun sem hér er lögð fram og ég er fyrst og síðast mjög spennt fyrir hönd sveitarfélagsins. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðveig. Eru einhverjir sem vilja tjá sig? Lilja, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Sveitarstjórnarfulltrúi Eva kom aðeins inn á hvað væru svona þessi lögbundnu verkefni og hvernig við sæjum fyrir okkur að yrðu gerðar breytingar á áætluninni. Það er náttúrulega bara, ég ætla kannski ekki að fara tíundu það hvað eru lögbundin verkefni sveitarfélaga. Við náttúrulega eigum öll að vera svolítið meðvituð það. En það er náttúrulega mjög brýnt að bæði leikskóli og grunnskóli komist á oddinn og ég var mjög ánægð með það þegar ég sá breytinguna á áætlun að þessi verkefni voru komið fremst. Mér fannst það mikið framfarsskref og ég get alveg stutt það og sagði það þá og segi það nú að mér finnst það góður kostur að klára skólan upp á Kleppjárnsreykjum sem er bara í mjög slæmu og erfiðu, það er mjög erfitt vinnufyrirkomulag þar fyrir bæði börn og starfsmenn og við þurfum að leysa þessi aðgengismála leikskólum hérna í Borgarnesi. Við erum með 2 íþróttahús inn á áætluninni. Það er ýmist talað fjölnota íþróttahús eða knatthús eða bæði eða ég hef ekki fengið almennilegar útskýringar því nákvæmlega hvað það er sem á að byggja þar. Þannig að það væri kannski bara fínt að það myndi skýra það aðeins betur. Og líka hitt íþróttahúsi. Það er komið inn við lok kjörtímabilsins viðbyggingin sem að fyrri sveitar stjórn vildi fá framar á áætlunina. Og það er til dæmis eitthvað sem að ég persónulega myndi vilja sjá framalega á áætluninni líka. En ég svo sem get ekki tekið undir það að fulltrúar minnihlutans, við erum náttúrulega bara með okkar skoðanir og sikkur ásýndina á einhver verkefni og þó að við tölum kannski að einhverju leyti í kross og þá er það bara eðlilegt. Ég meina við höfum kannski ekki og deilum ekki sömu sýn í öllum verkefnum. En höfum þó verið í ákveðnu samstarfi að fara yfir og bara við ykkur líka og ég meina þetta hefur verið fínt samtal og ég sagði það áðan og stend ennþá með því. En það sem ég hef kannski það sem ég er að benda á er ekki að sé verið að gera of mikið. Það sem ég er að benda á og við er að það vantar að áætlunin sé raunhæf. Við vitum alveg og þið vitið það líka, þið sem hafa einhver reynslu í sveitarstjórnarmálunum, að við erum ekki að fara að fjárfesta fyrir 1,6 milljarð árið 2025 og 2026. Þið vitið það og við vitum það, ég hef bent á þetta og fengið þau svör að þetta sé eitthvað sem að eigi að skoða síðar. Þetta er það sem við erum að benda á. Það er heldur ekki inni gögn á bakvið hvað leikskólinn Ugluklettur mun kosta okkur. Og það er eitthvað sem að þyrfti að liggja fyrir núna þannig að við gætum útbúið raunhæfa áætlun ef við myndum ætla að hafa þetta þannig að við vildum að þetta gæti gilt til næstu ára. Og þess vegna erum við að benda á og við eigum að hætta kannski að horfa bara alltaf á 4 ár, heldur horfa á lengri tíma. Það er líka varðandi fjárfestingun á Kleppjárnsreykjum, þá er
algjörlega kýrskýrt og ég veit að það vita það allir sem eru hér inni líka að það vantar inn þeir fjármunir sem eru áætlaðir í það verkefni ekki nægir. Það þarf að fara bæði það þarf að rífa, það þarf að byggja nýtt hús, það þarf að fara í endurbætur á annarri álmunni sem á að tala þá við nýbygginguna og svo þurfum við líka að láta hanna og græja nýja lóð. Þannig að það er svona helsta kannski sem að ég persónulega myndi alveg vilja benda á varðandi fjárfestingaáætlunina sem slíka eins og hún lítur út í dag. En að því sögðu að þá eru þetta allt þörf verkefni og ég er alls ekki að gera lítið úr þeim þó ég hefi verið að tala um það áðan að óskilgreind verkefni í hönnun. Það kannski heppilegra að nota það orðalag að við ættum frekar að vera að einbeita okkur á þessum tímapunkti að þeim verkefnum sem við ætlum sannarlega að fara í á næstu árum og hefja hönnun á hinum verkefnunum síðar. Þannig að fjármunirnir sem eru á skornum skammti nýtist þá í þessu verkefni sem við viljum sjá að gerist hraðar eða rísi hraðar eins og grunnskólann á Kleppjárnsreykjum til dæmis. Eða hægt að setja meiri fjármuni og púður í hönnun þar bara sem fyrst þannig að við getum fara á stað með framkvæmdir vonandi fyrr og eins með leikskólann hérna í Borgarnesi. Og það liggja náttúrulega fyrir báðum þessum framkvæmdum þá eru til einhvers konar draugateikningum sem verður hægt að styðjast við. Ég held að sé líka þannig með Ugluklett ef ég man rétt. Og það að tala um að setja verkefni á ís að þá hefði náttúrulega verið hægt að keyra hraðar á grunnskólann á Kleppjárnsreykjum ef við hefðum haldið við þær áætlanir sem lagt var upp með í síðustu fjárhagsáætlun og það er rétt sem Davíð sagði, það var skipað ný byggingarnefnd í vor en það var byggingarnefnd að störfum sem að sá leikskólann og allt svæðið og það lá fyrir þarfagreining og rosa mikil vinna sem hafði átt sér stað og þetta er búið að vera lengi í undirbúningi. Við eigum að nota þessa vinnu, byggja á henni og reyna að keyra hraðar á verkefni í staðan fyrir að vera að koma nemendum fyrir í færanlegum kennslustofum út alla trissur. Og það er líka umhugsunarvert að við erum að eyða í þessari fjárhagsáætlun 34 milljónum í færanlegar kennslustofur. Mögulega væri bara hægt að nýta þá fjármuni í að klára hönnun og fara að byggja. En það er ekki þar fyrir að þetta allt góðgild verkefni og vonandi bara, og ég segi það bara og meina það, vonandi munum við geta komið sem mestu í verk næstu 4 árin og þekki það náttúrulega líka eins og Guðjón kom inn á, auðvitað vill maður alltaf að hlutirnir gerist hraðar en við bara stöndum alveg á bak við það og stöndum að föllu með því að við getum bara unnið þetta hratt og vel saman. Takk. Takk fyrir það, Lilja Björg. Eru fleiri sem kveður sem ljóðs? Já, Eva. Forseti, sveitarstjórn, aðrir fundamenn og áheyrendur. Ég veit alveg hvað eru lögbundnar skyldur sveitarfélaga en leikskóli er til dæmis ekki lögbundin skylda sveitarfélaga þannig að það er alveg áhugavert að heyra að þið viljið hafa hann í forgangi þó að þið talið að horfa fyrst og fremst á lögbundin hlutverk. En ef ég skil það rétt hjá þér, sveitarstjórnarfulltrúi Lilja Björg, þá er það eingöngu þetta knatthús sem að þið hefði viljað sjá aftar á meirinni. Og svo talaðu líka fjármuni sem er verið að verja í færanlegar kennslustofur, að það sé of mikið en sko, eins og ég sé þetta þá er þetta, má segja, skítaredding fyrir sko, að það er verið að græja tímabundi ástand af því að það hefur ekki verið búið að fara í þá uppbyggingu sem hefur þurft nú þegar. Þannig ég veit ekki hvernig ætti að koma í veg fyrir það. Takk. Takk fyrir það, Eva. Telma Harðardóttir. Forseti sveitarstjórnar og aðrir áheyrendur. Það er ekkert í orðræði minnihlutans sem ætti að koma meirihluta á óvart með þær umræður sem við höfum átt utan myndavélana. Og mig langar að segja að það hefur verið virkilega gott samtal á milli umræðanna og
virkilega fróðlegt fyrir mig sem er að koma nýja inn og mér langar bara virkilega að þakka fyrir það. Það hefur verið virkilega áhugavert og hleypt manni hratt inn í hlutina. En það er eitt að eiga samtal um hlutina og annað að allir fái sitt og það er líka bara eðli pólitíkurinnar. Og ég ætla að segja það hér og nú að ég hefði óskað þess að sjá fjárfestingaáætlunina vera lagða fram til lengri tíma og það er bara partur af því að gera Borgarbyggð áhugaverða fyrir nýja íbúa, að vita hvert við stefnum og hvað verður í boði á næstu árum. Það kaupir engin fasteign til 4 ára og það fer engin í fyrirtækjarekstur til 4 ára og sveitarfélag á ekki að hugsa í 4 árum í senn. Það er bara galið. Og það að þetta hafi ekki verið lagt til 4 ára, þá spyrir maður sig, treystir Framsókn ekki öðrum flokkum til þess að halda áfram með mjög góð verk milli kjörtímabila ef að svo færi? Eitt sem ég langar að spyrja út í það eru 200 milljónir á hverju ári innan fjárfestingaáætlunar frá árinu 2023 til 2026. Þetta eru 600 milljónir í heildina sem eiga að koma í tekjur fyrir sölu á eignum. Hvaða fasteignir eða eignir eru þetta sem þið sjáu fyrir ykkur að selja þarna? Takk fyrir það, Thelma. Lilja Björg hefur beðið aftur um orðið. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Bara svona aðeins að bregðast við því sem kom fram hjá Evu áðan. Að sjálfsögðu er mikilvægt að við horfum á lögbundin verkefni og það á að vera frumskyldan okkar, að vera að byggja upp skóla og sjá til þess að hér séu góðir og sterkir innviðir til að taka við íbúum. Leikskólar eru líka mikilvægir þó þessi ekki lögbundin hlutverk og ef við ætlum að fjölga íbúum þá verðum við að hafa leikskólapláss fyrir börnin og þá sem að koma hingað og það er bara pínu akút vandamál. Það er ekki rétt að við viljum bara færa knatthúsið eða færanlegu fjölnota íþróttahúsið aftur, heldur viljum við bara að það sé skýrari forgangsröðun í fjárfestingaráætluninni. Hvort áraunverulega koma undan er vilji þegar að mér finnst að þurfum við líka að horfa aðeins á þetta í samhengi við íþróttahúsið og það er það sem ég var að kalla eftir aðeins nánari skýringum á áðan, hvernig ég sjá fyrir ykkur, af því mér finnst annarkvort tala um knatthús eða fjölnota íþróttahús. Er þetta raunverulega það sama og á að breyta þá eitthvað þeirri hugmynd sem hefur verið uppi íþróttahúsið sjálft? Við þurfum að fjalla þetta saman. Þess vegna var ég að benda á að vera að tala um 2 íþróttahús þarna. Knatthús, fjölnota íþróttahús eða íþróttahúsið. Og mér persónulega finnst líka miður og það sé komið aftar íþróttahúsi. Ég myndi vilja sjá það framar ef það væri hægt. Eins er líka slökkvistöð. Það er náttúrulega líka og á að fara í það 2025 og það er náttúrulega mikilvægt og mögulega eitthvað sem við þurfum að gera fyrr af því að það er bara komin upp mjög erfið staða þar. Þannig að það var svona bara það helsta sem ég vildi kannski bæta við varðandi fjárfestingaráætlunina sjálfa. Að við myndum bara, við þyrftum að skoða það hvort við gætum fært slökkvistöðina líka eitthvað framar. Það er bara af því að það er náttúrulega bara mikla og mjög erfið aðstæða þar eins og er. Takk fyrir það, Lilja. Sigrún Ólafsdóttir hefur beðið um orðið. Forseti, sveitarstjóri, áhorfendur og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar hér. Ég vil bara fagna þessari framsæknu áætlun. Ég er bara tiltölulega stolt af henni. Það er búið að fara fram ítarleg umræða, vangaveltur með minnihlutanum, verið lagður mikill tími í þetta og ég held að fólk hafi verið að vanda sig. Þannig að þegar upp er staðið held ég að það endurspegli nú ekki alveg þá vinnu, svo umræða sem hefur farið fram hér. En vonandi er tími kyrrstöðu liðinn og minnihlutin gengur hart fram í gagnrýni. Óttast sennilega hlutunum verið komið í verk núna. Varðandi Uglukletta, því að hann hefur verið hér til umræðu og mikilvægi leikskóla bara almennt í sveitarfélaginu,
að þá vil ég nú nefna það að mér finnst það bara einar þær mikilvægustu stofnanir, þó það sé ekki lögbundnar, sem eru reknar hér í sveitarfélaginu. Og varðandi færanlega kennslustofur sem eru komnar við Ugluglett, sem var sannarlega verið að bregðast hratt við vegna þess að leikskólinn var sprunginn og metnaður okkar allra hér held ég að hafi legið í því að það væri ekki verið að safna upp biðlistum og fæla fólk frá Borgarbyggð með því að það væri ekki til leikskólapláss. Færanlegar kennslustofur halda algjörlega sínu verðgildi. Þannig að ég held að bara þegar að næstu framkvæmdir fara á stað og Ugluklettur frá, að þá sé sannarlega hægt að nýta það eignir vel. Ég vil aðeins koma inn á það líka sem að mér finnst athyglivert við þessa áætlun og ég held að það sé í raun og veru þarft að rifja upp að þegar við höfum heyrt umræður fjárhagsáætlanir annarra sveitarfélaga núna þá hefur víða verið farið í bara flatan niðurskurð á öllum sviðum sveitarfélagsins. Það höfum við ekki gert þó svo að við höfum verið tilneydd til þess náttúrulega að hækka bara með verðlag og annað slíkt, gjaldskrár. En ég held að við getum vel við una þegar upp staðið miðað við bara árferði sem að við erum þeim tímapunkti sem við erum stödd í núna. Og það eitt sem ég langar líka að benda á að þegar við vinnu á þessari fjárhagsáætlun sem hér liggur fyrir að þá var vandað til verka og vonandi skilar það góðum árangri þegar til lengri tíma litið. Og ég alveg klár á því, allavega meiri hlutinn, vill virkilega vanda sig, hlusta á sérfræðinga og í raun og veru koma þessu þannig á stað að við getum farið í sem allra flest verkefni og gert þau sem hraðast, en haft samt í huga að ana ekki að neinu og lenda ekki í raun og veru í því sem að við eiginlega bara getum orðað eitthvað fen eða einhverju leiðindi. Þannig að ég held að þetta sé bara svona heilt yfir svo áætlun sem við getum verið stolt af að leggja fram. Við erum líka stolt af þeim verkefnum sem eru farin á stað á þessum 6 mánuðum, þannig að ég bara býsna ánægð með það. Það ein spurning sem ég langar samt til þess að leggja hér fyrir minnihlutann í framhaldi af þessu, af því að það var mikið rætt og bara í framhaldi af þeirri umræðu sem fór fram við undirbúning þessar fjárhagsáætlunar. Það er varðandi hagræðingu í fræðslumálum. Það eru stór mál, bólna mikið út, ég get alveg tekið undir það, en hvar sér minnihlutinn fram á að vilja helst skera niður þar? Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigrún. Guðveig Eyglóadóttir hefur beðið aftur orðið. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla svo sem ekki að fara kannski að ræða frekari hártoganir varðandi forgangsröðun verkefna á framkvæmda áætluninni. Það hefur verið talað mikilvægi þess að dreifa álaginu á framkvæmda áætlunina og sitt sýnist hverjum í þeim efnum. Það vill nú svo til að við gerum 4 ára áætlun í senn. Við munum svo á næsta ári gera áætlun fyrir næstu 4 ár, þannig að lengri tíma áætlunir liggja svo sem ekki á okkar borði þannig lagað. En varðandi fyrirspurn sveitarstjórnarfulltrúa Thelmu Harðardóttur varðandi sölu eigna þá vil ég í rauninni bara segja það og hefur sýnt sig að það er bara þverpólitískur vilji til þess að sveitarfélagið einbeiti sér að kjarnastarfsemi og eins og við höfum rætt að þá liggur bara fyrir það verkefni á næsta ári og á næstu árum hjá okkur að fækka fasteignum og skoða fastafjármuni sveitarfélagsins. Þannig að það má segja að það sé bara ákveðin svona stefnumörkun og viljayfirlýsing sem felst í þessum sem kemur fram í áætluninni að sveitarfélagið ætli sér að fara í þessa vinnu að skoða eignir og fastafjármuni til næstu ára. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðveig. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ætla ég að afhenda fundarstjórnina aftur til Guðveigar.
Takk fyrir það. Lilja Björg hefur óskað eftir tekni máls. Gjörðu svo vel, Lilja Björg. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, aðrir áheyrendur. Finnst eitthvað svona hálfdónalegt að svara ekki, það er beint til okkar spurningu. En sveitarstjórnarfulltrúi Sigrún spurði hvar við sæjum fyrir okkur að hagræða í fræðslumálum. Það er ekki verið að leggja til neinar beinar hagræðingaraðgerðir. Það er raunverulega bara verið að beina því til, bara okkar allra, að við þurfum að fylgjast með hvernig málaflokkarnir eru að þróast. Við ræddum þetta heilmikið á milli umræðina og hvernig og hvort þyrfti að bregðast einhvern veginn við þessu, en við þurfum bara á næsta ári að fara bara í mikla skoðun, ekki bara fræðslumálunum, líka brunamálunum og öðrum málaflokkum. Við viljum náttúrulega, það er eitthvað í gangi þegar að rammarnir sem við erum búin að setja ára áður eru bara ekki að duga og þeir halda bara áfram að blása út málaflokkarnir, hvað svo sem málaflokkur sem það er. Þannig að engar beinar hagræðingaraðgerðir lagðar til, heldur bara brýna fólki því að við þurfum, þetta þarf að vera í lagi. Þetta eru tvær hliðar á sama peningnum, það er tekjur og innkoma fjármuna og svo er það reksturinn. Og reksturinn verður að vera góður til þess að við fáum sem mest fyrir peningan okkar. Og ég get bara tekið líka undir að með Guðveigu, eða sveitarstjórnarfulltrúa Guðveigu varðandi sölu á eignum, það er einn liðurinn í þessu. Það er dýrt að eiga fasteignir út um allt og ef við erum að fara að byggja fleiri 100 fermetra, þá verðum við á móti að fækka fermetrum. Það bara segir sig sjálft til þess að reksturinn gangi hreinlega bara upp. Þannig að það er líka hluti af þessari vinnu sem við þurfum að fara í á næsta ári. Takk. Takk fyrir það, Lilja Björg. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Já, takk fyrir það, forseti, aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Vissulega hækkaði liðurinn fræðslumál háar upphæðir á milli ára, samt sem áður að þá er hann sem hlutfall af skatttekjum ekki búinn að aukast á milli ára. Síður en svo. Hann hefur heldur lækkað sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélagsins. Þannig að það er svona, það er svolítið, það er voðalega auðvelt að horfa á liðin fræðslumála því að þetta er náttúrulega eðlilega eins og sést 50–60% af heildartekjum sveitarfélagsins að þægilegast að skera niður þarna, en það er samt óðalega erfitt að skera niður þarna og það er náttúrulega bara ein leið til þess, það er að fækka starfsfólki og ég get ekki séð að við séum ofhlaðin starfsfólki í þessum geira. Þannig að það þarf að skoða þetta mjög vel og vandlega og þetta verður ekki gert bara á nokkrum vikum í fjárhagsáætlunarvinnunni. Þess vegna hefur, eins og verið margrætt hérna, verður farið í ítarlega vinnu, sérstaklega núna á næsta ári til þess að rýna rekstur sveitarfélagsins frekar. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Og það er engir fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Þá liggur fyrir tillaga að fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2023 ásamt tillaga fjárhæðum fyrir árið 2024–2026. Helstu niðurstöður áætlunar ársins 2023 eru tekjur A og B hluta 6 miljardar 138. Rekstragjöld A og B hluta án fjármagnsliða 5.566 milljónir króna, fjármagnsliðir og afskriftir A og B hluta 462 milljónir króna, rekstraniðurstaða A og B hluta 78 milljónir króna, framkvæmdir og fjárfestingar A og B hluta 566 milljónir króna, áætlaðar tekjur A og B hluta eru 6 milljarðar 408 milljónir króna á árinu 2024, 6 milljarðar 693 milljónir króna á árinu 2025 og 6 milljarðar 989 milljónir króna á árinu 2026. Áætlaður rekstrarafgangur A og B hluta eru 55 milljónir króna á árinu 2024 en rekstrarhalli 13 milljónir króna á árinu 2025 og 52 milljónir króna á árinu 2026. Til framkvæmda og fjárfestinga er áætlað að verja 1.639 milljónir króna á árinu 2024,
1.668 milljónum króna á árinu 2025 og 523 milljónum króna á árinu 2026. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða fjárhags- og fjárfestingaráætlun að gefa merki. Og það er samþykkt með 5 atkvæðum, einhverju sem kunna að vera á móti, og það eru 4 sem sitja hjá. Og forseti þakka fyrir góðar umræður. Það er alltaf gaman að ræða fjárhagsáætlunina. Þetta er náttúrulega okkar stóra plagg. En þá myndum við okkur í næsta lið sem er 4. liður sem ber heitið breytingar á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga, málsnúmer 22-01-148. Og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 614 og þar segir í bókun byggðarráðs: Byggðarráð samþykkir samvinnu Borgarbyggðar við Hvalfjarðarsveit uppbyggingu á barnaverndarþjónustu og felur sveitarstjóra að sækja undanþágu til mennta- og barnamálaráðuneytisins frá 6.000 manna íbúafjölda, og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir samvinnu Borgarbyggðar við Hvalfjarðarsveit uppbyggingu barnaverndarþjónustu og felur sveitarstjóra að sækja undanþágu til mennta- og barnamálaráðuneytisins frá 6.000 manna íbúafjölda, og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 5. liður á dagskrá ber heitið fundur með landeigendum og fleira vegna Ystutungugirðingar með málsnúmeru 22-03-044 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 614. Á fund byggðarráðs kom Hrafnhildur Tryggvadóttir, deildarstjóri umhverfis- og framkvæmdamála, og Þorsteinn Viggósson og Pétur Ísleifur Sumarliðason frá fjallskilinefnd Brekku- og Suðurnesjasveit. Byggðarráð samþykki framlagt samkomulag yfirfærslu á eignarhaldi, viðhaldi og vörslu Ystutungugirðingar frá Skógræktinni til Borgarbyggðar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykki framlagða samning með yfirfærslu á eignarhaldi, viðhaldi og vörslu Ystutungugirðingar frá Skógræktinni og felur sveitarstjóra að undirrita samninginn. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 6. lið dagskrár sem ber heitið Flatahverfi, gatnagerð, útboðsgögn, verðfyrirspurn, málsnúmer 22-01-142 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 614. Þar segir í bókun byggðarráðs: Byggðarráð samþykkir að ganga að tilboði Borgarverks í verkefni gatnagerð í Flatahverfi á Hvanneyri og felur sveitarstjóra að undirrita samning á grundvelli tilboðsins. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sig hljóðs. Það er kannski rétt að taka fram að við afgreiddum þennan dagskrárlið síðast en þær forsendur sem lágu fyrir þá urðu til þess að það þurfti að taka næsta tilboði. En fyrir liggur eftirfarandi bókun: Sveitarstjórn samþykkir framlagðan samning gatnagerð í Flatahverfi á Hvanneyri. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá ber heitið tilkynning forkaupsrétt Sólbakki 4, málsnúmer 22-11-090 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 614. Þar segir í bókun byggðarráðs: Byggðarráð samþykkir að sveitarfélagið nýti ekki forkaupsrétt sinn í fasteigninu Sólbakka 4 og vísa til staðfestingar í sveitarstjórn. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs. Forseti vill benda á að þrátt fyrir að hér séum að ræða sölu á fasteigninu Sólbakka 4 og þá er Borgarbyggð með áframhaldandi leigusamningi í því húsi, þannig að það mun ekkert breytast í starfseminni. Þá getur það komið fram. Fyrir liggur eftirfarandi bókun: Sveitarstjórn samþykkir að nýta ekki forkaupsrétt í fasteigninni á Sólbakka 4. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 8. liður á dagskrá ber heitið kosning í ráð og nefndir 2022-26, málsnúmer 22-05-140. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs. Byggðarráð þakkar í bókun sinni Erlu Rún fyrir gott starf og tilnefnir Guðveigu Eyglódóttur í fræðslunefnd í hennar stað. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið.
og það er enginn sem kveður þessu hljóðs. Já, ég get bara tek undir þakkir til Erlu Rúnar fyrir hennar góða starf í fræðslunefnd, en fyrir liggur eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að skipa Guðveigu Eyglóardóttur í fræðslunefnd. Og þeir fulltrúar sem samþykkja framlagða bókun vinsamlegast gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 9. liður ber heiti breyting á samþykktum borgarbyggðar 2022, málsnúmeri 2208-021 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 616. Þar segir í bókun byggðarráðs samþykki framlagða breytingartillögu á samþykktum borgarbyggðar og vísa til sveitarstjórnar til fyrri umræðu. Breytingartillögur sem gerðar eru á viðauka eru til þess fallnar að auka skilvirkni í afgreiðslu á skipulags- og byggingamálum. Og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 47 og þar segir í bókun nefndarinnar skipulags- og byggingarnefnd samþykki framlagða tillögu á breytingum og vísa til staðfestingar í sveitarstjórn. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs. Þá liggur fyrir tillaga til breytinga á samþykktum stjórn borgarbyggðar til síðari umræðu. Þeir fulltrúar sem samþykkja gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 10. dagskrárlið sem ber heitið endurnýjun kjarasamningsumboðs og samkomulag launaupplýsingar málsnúmerið 22.11.11.1 og það er afgreiðsla frá fundi 616 í byggðarráði og það segir í bókun byggðarráðs. Byggðarráð samþykkir að veita Sambandi íslenskra sveitarfélaga fullnaðar umboð til kjarasamningsgerðar fyrir sína hönd og felur sveitarstjóra að staðfesta og vísa til fullnaðar afgreiðslu í sveitarstjórn. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að veita Sambandi íslenskra sveitarfélaga fullnaðar umboð til kjarasamningsgerðar fyrir sína hönd og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 11. liður á dagskrá ber heitið tillaga að breyttum sameignarfélagssamningi Faxaflóahafna til umræðu og samþykktar með málsnúmeri 22.04.068 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 616 og þar segir í bókun byggðarráðs byggðarráð fellst á að í drögum að sameigna eigendastefnu Faxaflóahafna felast að flestu leyti umbætur í stjórnarháttum félagsins. Þar má nefna í upplýsingagjöf, samskiptum og fyrirkomulagi ákvarðanatöku. Byggðarráð telur breytt fyrirkomulag stjórnarkjörs þó vera afturför með tilliti til hagsmuna minnstu hluthafa. Byggðarráð gerir ráð fyrir að í framhaldinu verði stigin frekari umbóta skref með hagsmuni eigenda í huga og vonast til þess að það samtal við tekið áfram á vettvangi stjórnar og eigenda Faxaflóahafna. Byggðarráð felur sveitarstjóra að undirrita framlögð drög að eigendastefnu Faxaflóahafna með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þannig dagskrárlið. Lilja Björg Ágústsdóttir, óska eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Kannski bara ef að annarkvort sveitarstjóri eða einhver sem sat byggðarráðsfundi geti upplýst aðeins hvernig verður staðið að skipun inn í þessa nefndi eða sem sagt inn í skipun og stjórn. Við vorum mikið búin að ræða með fulltrúa og þessa minnihlutavernd sem við raunverulega töpum með þeim breytingum sem áttu að gera í kjölfarið. Og væri mjög gott að fá bara svona pínu reifun á stöðunni áður en að við samþykkjum þetta. Takk. Takk fyrir það, Lilja Björg. Davíð Sigurðsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, aðrir áheyrendur, takk fyrir þessa spurningu, sveitarstjórnarfulltrúi Lilja. Það verður samkvæmt samþykktum sameignarfélagssamningi stjórn Faxaflóahafna. Nú er ráðuneytið búið að setja nýja reglugerð Faxaflóahafnir og því verður stjórn Faxaflóahafna að fara að starfa eftir þeirri reglugerð og þeim sameignarfélagssamningi sem er í gildi og það er kveðið á að við höfum eingöngu þriðjungshlut í óháðum fulltrúa í stjórn hér eftir. Og
þannig að við eigum að skipa sameiginlega með Akranes og Hvalfjarðarsveit óháðan fulltrúa. Það er fulltrúi sem er ekki starfsmaður þessara sveitarfélaga eða kjörinn fulltrúi þessa eða næstliðins kjörtímabils. Vonandi svarar þetta spurningunni. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið eigendastefnu Faxaflóahafna og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir drög að eigendastefnu Faxaflóahafna og felur sveitarstjóra að undirrita. Sveitarstjórn tekur undir bókun byggðarráðs og hefði viljað að hagsmunir minnihluta hefði verið ávarpaðir með skýrara hætti en gert var í vinnu við eigendastefnu og endurskoðun sameignarfélagssáttmála Faxaflóahafna. Drög að nýrri eigendastefnu eru hins vegar að flestu leyti framfaraskref í stjórnarháttum Faxaflóahafna. Borgarbyggð bindur vonir við að ný eigendastefna leggi grunninn að frekari samtali þróun rekstrar og efnahags Faxaflóahafna til hagsbóta fyrir eigendur og íbúa. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 12. liður heiti Girðing fyrir landi Haukagils með málsnúmeru 2111 205 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 616. Þar segir í bókun byggðarráðs samþykkir að fjallskilanefnd Þverárréttar taki þátt í endurgerð girðingarinnar í samræmi við framlagt erindi og vísa til fjárhagsáætlunar 2023. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að fjallskilanefnd Þverárréttar taki þátt í endurgerð girðingar fyrir landi Haukagils. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 13. liður á dagskrá ber heiti Tillaga breytingu skilmála EIB-láns Orkuveitu Reykjavíkur, málsnúmeru 2211 227 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 616. Þar segir í bókun byggðarráðs samþykkir skilmálabreytinga og lánasamningi við Evrópska fjárfestingabankann númer 85.062 að fjárhæð 70 milljónir evra og vísa til sveitarstjórnar til fullnaðarafgreiðslu. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða tillögu að skilmálabreytinga og lánasamningi Orkuveitu Reykjavíkur við Evrópska fjárfestingabankann. Þeir sem samþykkja framlagða bókun vinsamlegast gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 14. liður á dagskrá sem ber heiti Gjaldskrá slökkviliðs 2023, málsnúmeru 2210 116. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 616. Það segir í bókun byggðarráðs samþykkir framlagða gjaldskrá slökkviliðs Borgarbyggðar og vísa til fullnaðarafgreiðslu sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða gjaldskrá slökkviliðs Borgarbyggðar fyrir árið 2023. Þeir fulltrúar sem samþykkja framlagða bókun vinsamlegast gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 15. liður á dagskrá ber heiti Málefni Hugheima, málsnúmerið 2007049 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 616. Þar segir byggðarráð samþykkir að skipa Evu Margréti Jónudóttur í stjórn Hugheima. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að skipa Evu Margréti Jónudóttur í stjórn Hugheima. Þeir sem samþykkja framlagða bókun vinsamlegast gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 16. liður á dagskrá ber heiti Erindisbréf umhverfis- og landbúnaðarnefndar, málsnúmer 2206 072 og það er afgreiðsla frá 40. fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Þar segir í bókun nefndarinnar umhverfis- og landbúnaðarnefnd samþykkir erindisbréf fyrir sitt leyti og vísa málinu til sveitarstjórnar til endanlegrar samþykktar. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða erindisbréf umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 17. liður á dagskrá heiti Gjaldskrá skipulags- og byggingardeildar 2022. Nei, þetta væntanlega á að vera Gjaldskrá skipulags- og byggingardeildar 2023, ger ég ráð fyrir.
17. liður, gjaldskrá skipulags- og byggingadeildar, málsnúmer 2111-243 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 47. Skipulags- og byggingarnefnd samþykki framlag gjaldskrár byggingarfulltrúa og vísar til staðfestingar sveitarstjórnar. Og gjaldskráin var á fundi nefndarinnar samþykkt með meirihluta atkvæða og ég ekki orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætir sveitarstjórnarfulltrúar, þetta er held ég ekki prentvilla, þetta sé 2022, þetta er gjaldskrá sem á að taka gildi nú þegar og svo tekur hún breytingum samkvæmt byggingavísitölu eins og vísað er í gjaldskránni. Takk. Takk fyrir það, Davíð, að leiða forseta villu vegar í þessu máli. Þetta er sem sagt gjaldskrá skipulags- og byggingadeildar 2022 eins og segir réttilega í dagskrá. Og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Fyrirgefðu, Logi Sigurðsson hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Logi. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Með leyfi forseta legg ég fyrir hönd minnihluta sveitarstjórnar fram eftirfarandi bókun vegna gjaldskrár skipulags- og byggingadeildar 2022. Þjónustugjöld sem þessi eiga standa undir þeim kostnaði sem fellur vegna leyfisveitinga og úttekta við byggingaframkvæmdir, en ekki má innheimta meira en sem kostnaði við það nemur. Við gerð gjaldskráa hjá sveitarfélaginu skal gæta jafnræðis og leitast við að jafna hlut íbúa sama hvar í sveitarfélaginu þeir búa. Í gjaldskrá þessari er gert ráð fyrir til viðbótar við þjónustugjöld greiðist tímagjald 14.500 krónur á klukkustund vegna aksturs til og frá úttektarstað, auk akstursgjalds sem miðast við 129 krónur á kílómetrinn. Þessu má líkja við sorphirðugjöld en þau eru lögð á þannig að þau eru eins á sama hvar í sveitarfélaginu þú býrð, þó svo að raunkostnaður við að sækja sorp í dreifbýli sé meiri heldur en í þéttbýli. Minnihluti sveitarstjórnar mótmælir að tíma- og akstursgjald skuli vera sett inn í gjaldskrána núna en hingað til hefur þetta ekki verið í henni. Réttara væri að sá tími sem fyrir akstur væri felldur inn í þjónustugjöldin til þess að jafna hlut íbúa sama hvar í sveitarfélaginu þeir eru að framkvæma. Takk fyrir. Takk fyrir það, Logi Sigurðsson. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Takk fyrir það, forseti, ágætir sveitarstjórnarfulltrúar. Það skapaðist, bara svo ég fari yfir það, rétt eins og Logi nefnir, það skapaðist umræða þennan lið í gjaldskránni á fundinum, en það, eins og rætt var á þeim fundi líka, þá sveitarstjórnarfulltrúum frjálst hvenær sem að koma með tillögu að breytingu á gjaldskránni. Við töldum okkur ekki hafa tíma til þess að fá nánari útlistun á því hvað það hefði í för með sér í kostnaðaraukningu á einstökum liðum ef við færum að steypa akstri og tímagjaldi áætluðum inn í, þannig að við þurftum betri undirbúning fyrir það og þar af leiðandi var ákveðið að gjaldskráin skyldi samþykkt svona núna að minnstakosti og það kemur þá bara tillaga breytingu á gjaldskráni síðar. Fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið og það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga gjaldskrá byggingafulltrúa. Ég bið þá fulltrúa sem samþykja gjaldskrána að gefa merki. Og það er samþykkt maður biður fulltrúa aftur að rétta upp hönd svo ég sjái. Það eru breytingar hér. Það er 5
Já, það er samþykkt og einhverju sem kunna vera á móti. Það eru 4 sem sitja hjá. Þá er næsti dagskrárliður sem ber heiti Máaklettur 10, umsókn byggingarleyfi, málsnúmer 22.11.059 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 47. Þar segir í bókun nefndarinnar: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að synja erindinu þar sem áætluð bygging gengur út fyrir byggingarreit og færi yfir hámarksnýtingarhlutfall lóðar. Í breytingu er gerð var á aðalskipulagi varðandi lóðina er hámarksbyggingarmagn skilgreint og á lóðablaði er byggingareindur skilgreindur. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs eða fyrirgefðu. Lilja Björg Ágústsdóttir, þú að óska eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, aðrir áheyrendur. Ég er raunverulega bara að velta fyrir mér hvort að þetta sé eitthvað sem að sveitarstjórn á að vera að taka afstöðu til. Er þetta ekki byggingarfulltrúi sem að tekur afstöðu til slíkra verkefna? Þarna er raunverulega ekki skilyrði uppfyllt eða þannig séð, en bara svona vangavelta. Takk. Takk fyrir það, Lilja Björg. Óskað er eftir að taka fundarhlé í 7 mínútur.
fundurinn aftur og við erum í dagskrárliði númer 18 og forseti var búinn að fara yfir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar. Engir fulltrúar hafi frekar óskað eftir hvað þessi hljóð, svo liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn telur ekki hægt að taka jákvætt í erindi og staðfestir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar. Taka ber fram að lóðarafa er þrátt fyrir það frjálst að óska eftir breytingu á aðalskipulagi til þess að breyta þau viðmiðum sem fram koma í aðalskipulagi á umræddri lóð. Slík breytingatillaga kæmi hún fram, færi í lögformlegt ferli samkvæmt skipulagslögum og til umsagnar hjá lögbundnum umsagnaraðilum og öðrum hagsmunaaðilum svo sem aðliggjandi lóðarhöfum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlaga bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 19. dagskrárliði sem ber heiti Breiðabólstaðir 2 í Reykholtsdal, landnúmer 186488, íbúðabyggð, breyting á aðalskipulagi, málsnúmer 2202-090 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 47 og þar segir í bókun nefndarinnar: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga breyting á landnotkun 35 hektara svæðis í landi Breiðabólstaðar 2 samkvæmt 50 grein jarðalaga nr. 81/2004. Nefndin leggur einnig til að sveitarstjórn samþykki til auglýsinga framlaga tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginni athugun skipulagsstofnunar. Ekki er talið að það land sem muni breyta landnotkun sé stærra en þörf krefur né hafi áhrif á aðlag landbúnaðarsvæði. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins í landi Breiðabólstaðar 2 samkvæmt 1. málsgrein 36. greinar skipulagslaga sem auglýst verða samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar sömu laga undangenginni samþykkt skipulagsstofnunar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlaga bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 20 sem ber heiti Gjaldskrá Safnahúss Borgarfjarðar 2023, málsnúmer 2211-149 og það er afgreiðsla frá 41. fundi atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar. Í bókun nefndarinnar segir framlögð gjaldskrá fyrir sölusýningar í Hallsteinssal árið 2023. Þórunn Kjartansdóttir forstöðumaður menningarmála kemur á fundinn. Nefndin telur mikilvægt að innheimta gjald fyrir sölusýningar. Hér er átt við kostnað starfsmanns að aðstoða við uppsetningu sýningar og að halda utan þá vinnu sem felst í að hafa slíka sýningu uppi. Nefndin samþykkti fyrir sitt leyti framlaga gjaldskrá með fyrirvara sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Eva Margrét Jónadóttir óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, aðrir fundamenn og áheyrendur. Mér langaði bara rétt til að útskýra hvað er á bakvið þetta, en það hefur sem sagt verið þannig hingað til að hver sem hefur rauninni geta haldið sýningu í Hallsteinssal, hvort sem að það er sölusýning eða ekki, og þetta hefur verið alveg gjaldfrjálst. En það er hins vegar þannig að þegar sölusýningu ræðir, þá er ákveðið umstang sem fylgir því, bæði uppsetning, viðvera og samskipti og annað sem að starfsmenn Safnahússins hafa sinnt, bæði á hefðbundnum vinnutíma en líka helgar. Þannig það er í rauninni ekki nema eðlilegt að það verið sett einhvers konar gjald á þessa þjónustu, en gjaldinu er hins vegar haldið í algjöru lágmarki til að byrja með og það er sérst lagt upp með að upphæðin verði ekki nema 12.000 krónur með vask per viku. Þannig að bara svo það komi fram hvert gjaldið er. Takk. Takk fyrir þessar skýringar, sveitarstjórnarfulltrúi Eva Margrét Jónadóttir, og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga gjaldskrá fyrir Hallsteinssal í Safnahúsi Borgarfjarðar fyrir árið 2023. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlaga bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 21 sem er afgreiðsla frá fundi velferðarnefndar nr. 132. Þar leggur nefndin til í bókun sinni að börn með umönnunarkort og fylgdarmanneskju fái frítt í sundlaugar sveitarfélagsins óháð lögheimili. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs. Það er kannski ágætt að benda á að
mörg sveitafélag eru að bjóða upp á samskonar fríðindi fyrir fólk sem eiga börn með umönnunarkort. En þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að börn með umönnunarkort ásamt fylgdarmanneskju fái frítt í sundlauga sveitafélagsins óháð lögheimili. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er við komin af afgreiðslulið númer 22 sem er tillaga aukafund sveitarstjórnar. Er það ekki rétt hjá mér að það sé dagskrárliður númer 20 og... Er hann aftast? Ok. Já, 35, já. Herðu, afsakið forseta fyrir hérna var hann að rangkvolfa tölum hér á blaði. Þá eru í rauninni, svo að segja, þeir afgreiðsluliðir sem eru til staðfestingar í sveitarstjórn, við erum búin að taka þá fyrir og þá er komið að fundagerðum og fyrst er það fundagerð frá fundi byggðarráðs númer 614 og ég gef orðið laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem kveður sér ljós, þá telst sú fundagerð framlagð. Þá er það næst fundagerð byggðarráðs frá fundi númer 615 og ég gef orðið laust þá fundagerð. Og það er enginn sem kveður sér ljós og þá telst hún framlagð. Þá erum við komin að fundagerð byggðarráðs frá fundi númer 616 og forseti óskar eftir því að leggja fram tillögu að bókun undir lið á þeim fundi sem ber heiti formlegur eigendafundur Orkuveitu Reykjavíkur. Sá fundur fer fram núna 9. desember. Og tillaga að eftirfarandi bókun verður lagð fram á eigendafundi Orkuveitu Reykjavíkur fyrir hönd sveitarstjórnar Borgarbyggðar og bókunin er svohljóðandi. Sveitarstjórn Borgarbyggðar leggur eftirfarandi tillögu fyrir eigandafund Orkuveitu Reykjavíkur dags 9. desember 2022. Sveitarstjórn Borgarbyggðar hvetur eigandafund Orkuveitu Reykjavíkur til að beina því til stjórnar OR að leggja aukna áherslu á rannsóknir, framleiðslu og sölu á heitu og köldu vatni. Mannfjöldaspár fyrir Ísland og áform uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á starfsvæði Orkuveitu Reykjavíkur kallar á aukna eftirspurn eftir heitu og köldu vatni. Tækifæri til nýsköpunar í atvinnulífi svo sem í matvælaframleiðslu, heilsutengdri starfsemi og ferðaþjónustu velta á greiðu aðgengi að jarðhita og hreinu köldu vatni. Þá má ætla að beislun jarðhita gegni lykilhlutverki í orkuskiptum í húshitun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar styður umræðu skynsama nýtingu á jarðhita hér á landi en hvetur leið til þess að enn kraftmeiri skref séu stigin í þá átt að tryggja nægt framboð til framtíðar. Og ég gef orðið laust þessa tillögu. Og það er enginn sem kveður sér ljós og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja að leggja þessa bókun fram á eigendafundi OR að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Já, og jafnframt er sú tillaga að sú sem hér stendur verði fulltrúi Borgarbyggðar og fari með atkvæðisrétt á eigendafundi OR. Ekki orðið laust þá tillögu. Og það er enginn sem kveður sér hljós og þá bið ég fulltrúa sem samþykkja að sú sem hér stendur Guðlaug Eyglódóttir verði fulltrúi Borgarbyggðar með atkvæðisrétt á eigendafundi OR að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Orðið er ennþá laust þessa dagskrá frá fundi byggðarráðs númer 616 og það er enginn sem kveður sér hljós. Þá er næsti liður á dagskrá, þá er fundagerð umsjónarnefndar fólkvangsins í einkunnum frá fundi númer 74 og ég gef orðið laust þessa fundagerð. Og
það enginn sem kveður sér ljós, þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að 26. lið sem fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi 39 og 27. lið sem fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 40 og 28. lið sem fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 41 og ég ætla að biðja formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að fara yfir fundargerðirnar í þeirri röð sem ég hef talið hér upp og við munum svo gefa orðalaust hverja fundargerð fyrir sig í framhaldinu. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og áhorfendur. Ég ætla að renna hér yfir fundargerðirnar, svona það helsta sem að tekið var fyrir og hvernig umræður einstaka liði þróuðust, svona létt yfirferð. Þetta nú allt að koma hjá mér. Útskráðist hér satt og örugglega þegar ég var það bil að fara að standa upp, en allt kemur þetta nú hérna fyrir rest. Það hér fyrst fundur umhverfis- og landbúnaðarnefndar sem var númer 39 og sá fundur var nú svona frekar óhefðbundinn. Hann fór þannig fram að nefndin fór í bíltúr hér út í sveit til þess að skoða og fara yfir þær tilnefningar sem höfðu borist varðandi umhverfisviðurkenningar í sveitarfélaginu og það er gaman að segja frá því að það bárust fjölmargar tilnefningar í sem sagt, öllum flokkum. Þannig að þetta var heilmikið ferðalag hjá okkur og gaman að fara sveitina og skoða. Og strax í framhaldinu, daginn eftir, að þá var 40. fundur umhverfis- og landbúnaðarnefndar og þar fyrst á dagskrá var sem sagt afhending umhverfisviðurkenninga fyrir árið 2022 og eins og kom fram að þá var vandi á höndum að velja úr þessum mörgu tilnefningum sem bárust. Nú snyrtilegasta bændabýlið árið 2022 var valið Gunnlaugsstaðir. Falleg lóð við íbúðarhúsnæði, það var Kjartansgata 20. Snyrtileg lóð við atvinnuhúsnæði, Hótel Varmaland og samfélagsviðurkenningu umhverfis- og landbúnaðarnefndar að þessu sinni hlaut Steinunn Árnadóttir. Óskum við þessum verðlauna höfum öllum innilega til hamingju og þetta eins og ávallt eitt af skemmtilegustu verkefnum nefndarinnar. Nú á þessum fundi var einnig farið í liðin snjómokstur í dreifbýli og það var komið á þessum tímapunkti þannig fram að það var verið að undirbúa verðfyrirspurn og það var lagt þar fram plagg til þess að fara að vinna það lengra varðandi það að fá verðfyrirspurnir og svona nánari útfærslur og já, það var allt í farvegi þarna á þessum fundi. Nú síðan var lagt til kynningar fram erindisbréf umhverfis- og landbúnaðarnefndar sem einmitt kom fram hérna á fundinum áðan. Nú fjárhagsáætlunin og þar var í raun og veru farið yfir hvers skjal fyrir sig og velt vöngum og það svona kannski mesta óvissan varðandi sorpmálin þar sem að svona svolítið erfitt eins og fram hefur komið í umræðunni að henda reiður á það með hvað hætti lendingin verður í þessu öllu saman. Því að það alveg ljóst að það standa öll sveitarfélög í landinu frammi fyrir því núna að þetta svolítið breyttur veruleiki. Það verið að bæta við fleiri tunnum, það verið að breyta þessu á ýmsan máta. Þannig að þetta svona, já, það verkefni sem við horfum til með sérstökum áhuga núna að reyna að leysa svolítið vel úr hendi. Nú það eins með varðandi önnur aðrar gjaldskrár sem að þessu snertir að þær voru bara hækkaðar með samsvarandi hætti og aðrar gjaldskrár sveitarfélagsins. Það var liður á fundinum sem heitir hunda- og kattarhreinsun og það var rætt fyrirkomulag ormarhreinsun hunda og katta. Þetta búið að vera óbreytt fyrirkomulag í mörg ár með samvinnu við dýralækna hingað og þangað í sveitarfélaginu
og niðurstaðan var allavega að gera þetta árið með sama hætti. Nú starfsmaður sveitarfélagsins og nefndarinnar að hann satt ráðstefnu heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og lagði fram upplýsingar sem að þar kom fram. Næsta dagskrá var starfsleiði fyrir sorpurðum Vesturlands og það var lagt fram til kynningar þar sem er framlagður tölvupóstur frá Umhverfisstofnun þar sem vakin athygli á því að nýtt starfsleiði er nú í auglýsingu fyrir svæðið. Þá var komið að yfirferð deildarstjóra þau verkefni svona hennar daglega amstur á milli funda sem hann kynnir okkur alltaf þannig að við séum vel inn í þessum málum. Og þá eru komin á þriðja og síðasta fundinum, það var fundur númer 41 og þar var svona gerður lokavinnan við gjaldskrár og þær lagðar fram eins og þær koma fram svo hér. Á fundin komu gestir, það var samtal við fulltrúa frá Hestamannafélaginu Borgfirðing en þeir komu 3 fulltrúar þaðan til þess að ræða ýmis mál sem að lúta að samskiptum sveitarfélagsins og Hestamannafélagsins. Komu nýkjörnir inn á fund, það var aðalfundur kvöldið eða daginn áður og það var verið að ræða svona málefni eins og tæming og rotþróum hjá þeim og annað slíkt, eins í sambandi við svona samvinnu og vangaveltur varðandi reiðvegamál. Og þetta er svona bara opið samtal þannig að hugsanlega verður komið nýtt erindi til okkar fyrir næsta fund. Nú við sendum fyrirspurn til sorpurðunar Vesturlands á dögunum. Það var fyrirspurn varðandi förgunar dýraleyfa. Það er svolítið óljóst hver framtíðin í þeim málefnum verður. En miðað við það svar sem við fengum einmitt á þessum fundi að þá liggur það fyrir að það verður áfram allavega enn sinn á meðan ekki annar kostur er í stöðunni varðandi þau málefni. Hvort sem það verður brennsla eða eitthvað annað, en allavega er það í farvegi og við svona reynum að vera í góðu sambandi við þá, varðandi það. Nú, næsta mál á dagskrá var mál sem að var vísað til okkar frá sem sagt byggðaráði. Það varðar ágang sauðfjár í heimalöndum, ábyrgðir og leiðir. Og þarna fengum við heljar stórt verkefni í hendurnar sem að við fórum bara yfir og tökum að okkur í raun og veru að vinna úr þessum málum vonandi á farsælan hátt næstu vikurnar. Og niðurstaða umhverfis- og landbúnaðarnefndar var í þessu máli var að umhverfis- og landbúnaðarnefnd gerir ráð fyrir að vinna að úttekt á málaflokknum, gerir ráð fyrir að vinna á málaflokknum sé umfangsmikil og kallar á talsverða gagnaöflun. Þetta í raun og veru er eiginlega bara þannig að við vinnum þetta í góðu samstarfi við starfsmenn sveitarfélagsins og vinnum þetta fyrir, eða verðum komin í raun og veru lengra á næsta fundi. En þetta er mjög umfangsmikið verkefni. Þá var komið að liðnum snjómokstur í dreifbýli, verðfyrirspurn og þegar á þennan fund var komin að þá var þetta orðið í föstum skorðum og ég veit ekki annað en að máli sé að við fengi farsæla framvind og sé núna bara í vinnslu hjá sveitarfélaginu. Við erum rosa glöð í sveitarstjórnum en ekki snjóar og ekki þarf á þess að halda. En það er verið að vinna þetta eins hratt eins og hægt er og lítur út fyrir að þetta hafist allt saman fyrir jól. Þannig að það fer örugglega ekki að snjóa fyrir jól. Og þá að lokum að þá nei, ég er ekkert einu sinni komin að lokum hérna. Það var bara skýrsla umhverfis og framkvæmda þessar starfsmann umhverfis og landbúnaðarnefndar og renndi yfir það en við tókum inn í byrjun fundar. Það var tekið málin með afbrigðum sem var aðeins svona á seinni skipunum inn á dagskrána en það var það útikennslustofu grunnskólanum í Borgarnesi, framlagt erindi frá sviðsstjóra og fjölskyldusviðs og niðurstaða 41. fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar var þannig að umhverfis- og landbúnaðarnefnd telur ekki ákjósanlegt að útikennslustofa verði færð í Skallagrímsgarð og tekur neikvætt í erindið. Í garðinum er ekki pláss fyrir húsið auk þess sem reynsla sýnir að hvað sem þetta á óupplýstum og fáförnu svæði býður upp á óæskilega hegðun fólks. Ímynd Skallagrímsgarðs er mjög góð meðal heimamanna og gesta og ekki þessu virði að taka áhætti í þeim efnum.
Umhverfis- og landbúnaðarnefnd samþykkir bókunina samhljóða en leggur til að erindinu veri vísað til byggðarráðs til afgreiðslu. Og bara í stuttu máli sagt, þá rammar þessi bókun alla umræðu fundarmanna á þessu. Menn voru einhuga þetta, höfðu fengið ljótarsögur og slæma upplifun, þannig að menn bara töluðu skýrt góða íslensku í þessu dæmi sinn vilja. Þá ég búin að renna held ég yfir þessar 3 fundagerðir sem að við höfðum á okkar snærum. Þannig að ég þakka bara fyrir. Já, þakka formanni nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur fyrir góða yfirferð. Þá gefur forseti orðið laust fyrst fundagerð frá fundi nefndarinnar nr. 39. Það enginn sem kveður sér hljóðs undir þeirri fundagerð. Þá það næst fundagerð frá fundi nefndarinnar nr. 40. Þá telst hún framlagð og að lokum það fundagerð frá fundi nr. 41. Ekki orðið laust þá fundagerð. Telma Harðardóttir óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Telma. Forseti sveitarstjórnar og aðrir áheyrendur, mig langar bara stuttlega að kveða með hljóðs undir 4. lið fundagerðar 41, þar sem að þessi liður er tilkominn vegna ákvarðanar byggðarráðs að smala heimalönd, þar sem að byggðarráð snýri ákvörðun sinni milli vikna og þetta gert sem velferðarsjónarmið sem að ég held að hafa verið virkilega brýnt, og þetta eitt af þessum fáu verkfærum sem sveitarfélagið hefur til þess að tryggja velferð dýra sem að öðru leyti á höndum MAST, eins og við höfum svo sem rætt á sveitarstjórnarfundum hérna áður. Og þetta stórt verkefni fyrir umhverfis- og landbúnaðarnefnd og þarna mjög stórt tækifæri til þess að skýra leikreglur í þessum málaflokki öllum til hagsbóta, bæði sauðfjárbændum og öðrum landeigendum, og ég bara hvet formann umhverfis- og landbúnaðarnefndar að taka sér tíma í þetta, nota veturinn vel og reyna að skýra þessi mál aðeins betur, vegna þess að það alveg ljóst að það ekki alveg skýrar línur. Í bókun byggðarráðs þá kemur líka fram að fjallskilasamþykktin líka til endurskoðunar, og ég held að þar séu líka tækifæri til þess að gera aðeins betur í þessum málaflokki. Takk. Takk fyrir það, sveitarstjórnarfulltrúi Telma Harðardóttir. Orðið ennþá laust undir þessari fundagerð og það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá við komin að dagskrárlið nr. 29 sem fundagerð frá fundi nr. 47 hjá skipulags- og byggingarnefnd, og ég bið formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að koma og fara yfir fundagerðina. Takk. Takk fyrir það, forseti. Ég ætla að fara yfir fund skipulags- og byggingarnefndar nr. 47. Það fjölgar nú kannski málunum sem ég þarf að fara yfir í þessari yfirferð núna, þar sem að flest að rata ekki lengur inn á borð sveitarstjórnar til afgreiðslu samkvæmt nýjum samþykktum. Fyrsta mál á dagskrá var Álftárstekkur, umsókn stofnun lóða. Annað mál var Hamrar, umsókn stofnun lóðar. Norðtunga 2B, stækkun lóðar. 4. liður Guðjónstún, umsókn byggingar, áform og byggingarleyfi. 5. liður Álfholt, umsókn byggingar, áform og byggingarleyfi. 7. liður Húsafell 5, umsókn byggingar, áform og byggingarleyfi. Svo 7. liður, það var búið að koma hérna fyrir, Breiðabólstaður 2, breyting á aðalskipulagi. 8. liður, Breiðabólstaður 2, deiliskipulag. Þess ber að geta að þetta mjög áhugavert verkefni, Breiðabólstaður, og mun verða til mikillar, ef framnær að ganga, þá mun það verða til mikillar fólksfjölgunar í sveitarfélaginu í efri byggðum. 9. liður var Galtarholt 2, breyting á deiliskipulagi. 10. liður var Galtarholt 2, umsókn deiliskipulagsbreytingu. 11. liður umsókn framkvæmdaleyfi vegur Drumbar. 12. liður vorum við búin að taka fyrir hér, það var mágletu 10.
13. liður Hraunsás 3, fyrirspurnum skipulagsmál. 14. liður breyting á samþykktum, þar vorum við búin að taka fyrir. Og einnig 15. lið gjaldskrá skipulags- og byggingadeildar. Svo voru lagðir fyrir 2 afgreiðslufundir, afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 203 og afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa nr. 1. 18. liður á dagskrá var svo kynning frá Hver Iceland. Það komu 2 starfsmenn Hver Iceland og heldur kynningu fyrir skipulags- og byggingarnefnd á þeim áformum sem að þeir eru með í bígerð varðandi mögulegan uppbyggingu vindmyllugarðs á Hvammi í Norðurárdal. Einnig var farið yfir svona verkefni sem að Hver er með varðandi uppbyggingu á metanframleiðslu á Grundartanga. Þetta var bara ágætis kynning og skipulags- og byggingarnefnd þakkaði þeim kærlega fyrir fína kynningu. Fleira var ekki gert. Takk fyrir. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Þá gefi orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar og það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Næsti liður á dagskrá er fundargerð nr. 41 frá atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefnd og ég bið formann nefndarinnar Evu Margréti Jónadóttur að fara yfir fundargerðina með okkur. Takk. Forseti, sveitarstjórn, aðrir fundamenn og áheyrendur. Við erum hér undir lið 30 og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa upp punkta fundargerð atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar númer 41 sem haldin var í gærmorgun. En samskiptastjórinn okkar, hún María Neves, byrjaði fundinn á því að fara yfir þau mál sem hafa verið til vinnslu og eru á döfinni. Þar ber helst að nefna samverudagatal Borgarbyggðar en glöggir hafa vonandi tekið eftir því á samfélagsmiðlum sveitarfélagsins. Samverudagatalið er hugsað bæði til þess að hvetja fólk til að gera eitthvað saman með fjölskyldunni í aðdraganda jóla en einnig til að auka sýnileika á starfsfólki sveitarfélagsins sem er upp til hópa afar myndalegt og velgefið fólk. Nú í nóvember var haldinn súpufundur sem hafði þann tilgang helst að eiga samtal við atvinnulífið. Sá fundur var vel sóttur og ekki annað að heyra en að hann hafi heppnast þokkalega. Nefndinni þykir að minnsta kosti tilefni til þess að gera hana reglulegum viðburði til þess að halda samtalinu áfram. Verklýsing fyrir heimasíður á lokametrunum en nú í dag er orðið ljóst hversu miklu fjármagni var úthlutað í það verkefni og því ekki annars að vænta en að sá bolti muni bara halda áfram að rúlla. Vinna hefur verið í gangi við gerð bæklings fyrir nýja íbúa sveitarfélagsins ásamt móttökupakka sem áætlað er að afhenda þeim nýju íbúum sem flytjast munu í sveitarfélagið í framtíðinni. Aðventuhátíðin okkar var stórglæsileg og ekki annað hægt að sjá en að glatt hafi verið á hjalla og nóg til af piparkökum og heitu súkkulaði þó svo að mæting hafi farið fram úr björtustu vonum. Jólasveinarnir og skemmtiatriðin slógu í gegn og mér heyrist allir hafi verið hæst ánægðir með skreytingarnar í Skallagrímsgarði enda virkilega vel í lagt þar. Auglýsingin fyrir 13. hátíðina er svo væntanleg vonbráðar. Næsta mál á dagskrá var þá erindi frá N4 þar sem að óskað var eftir fjárstuðningi til þáttagerðar en nefndin ákvað að hafna þeirri beiðni. Hollvinasamtök Borgarness óskuðu eftir fjármagni til þess að klára uppsetningu og upplýsingaskilti við Digranesgötu í Borgarnesi en nefndin ákvað að veita styrk upp á 200.000 til verkefnisins enda frábært framtak að ræða. Varðandi aðventu og 13. hátíð þá ákvað nefndin að styrkja björgunarsveitina 300.000 krónur en samskiptastjóri UMSB og björgunarsveitin Brák munu standa að hátíðinni. Þar á eftir ræddum við græna iðngarða og mögulega uppbyggingu á slíkri hugmyndafræði hér í Borgarbyggð. En nefndin telur grundvöll fyrir því að skoða þá hugmynd betur og fól samskiptastjóra að fá viðeigandi aðila á borðinu til þess að taka þetta samtal áfram. En
rétt til að útskýra þá eru helstu einkenni græns iðngarðs að hann nær yfir ákveðið svæði þar sem sameiginlegt skipulag og framtíðarsýn ásamt sameiginlegri stýringu á framfylgni sýn garðsins er höfð að leiðarljósi. Það eru ýmsar skilgreiningar á þessari hugmyndafræði en almennt þá er pælingin að ramminn eigi að styðja við sjálfbærni með því að innleiða félagsleg, efnahagsleg og umhverfisleg sjónarmið í skipulagningu og stýringu og framkvæmd. Þannig að rauði þráðurinn er í rauninni hringrásarhagkerfið. Það sem er leitast við að koma í veg fyrir að auðlindir verði að úrgangi með áherslum sem tryggja að hægt sé að viðhalda verðmætum auðlinda eins lengi og mögulegt er. Eða þannig ætti allavega vel heppnaður grænn iðngangur sem slíkur að virka. En það eru í rauninni engar fastar reglur til rekstur að skipulagi þessara iðngarða og það er eitthvað sem að sveitarfélagið þyrfti að leggja línurnar með og spurning hvort settur yrði einhver stimpill eða stefna ákveðna starfsemi þar inni en það er eitthvað til að ræða síðar en ég vildi bara rétt nefna hvað þetta er. Þórunn Kjartansdóttir, forstöðumaður menningarmála, kom til okkar og kynnti starfsáætlun Safnahússins fyrir árið 2023. Þar er ýmislegt spennandi í kortunum eins og fjölbreytt sýningahald, ýmis námskeið, ritsmiðjur, fyrirlestrar, myndamorgnar, foreldramorgnar svo dæmi séu tekin. En mig langar að nýta tækifærið og hvetja fólk til þess að fylgjast með á heimasíðu eða samfélagsmiðlum Safnahússins en þar eru reglulega birtar auglýsingar hvað er í gangi hverju sinni. Eins og fram kom hér fyrr í dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar þá lagði Þórunn Kjartansdóttir forstöðumaður menningarmála einnig fram nýja gjaldskrá fyrir sölusýningar í Hallsteinasal sem nefndin samþykkti með fyrirvara samþykki sveitarstjórn sem var samþykkt hérna áðan og eins og áður sagði þá er þetta gjald sett á til þess að standa straum af kostnaði starfsmanns sem aðstoðar uppsetningu sýninga og sýningar og heldur utan þá vinnu sem felst í því að hafa sýningarnar uppi. Sá háttur hefur verið á eins og áður sagði að sýningar séu gjaldfrjálsar en þegar sölu sýningar er að ræða þá er eðlilegt að eitthvað gjald leggist á vegna tilheyrandi umstangs. Gjaldinu er þá haldið í algjöru lágmarki og mætti kannski segja að þetta sé hálfgert málamyndagjald en upphæðin er ekki nema 12.000 krónur á viku tímabili svo kostnaður ætti alls ekki vera íþyngjandi. En fleira komust við ekki yfir á þessum 41. fundi. En við frestuðum 2 málum fram á næsta fund en það voru umræður samvinnurými og endurskoðun á upplýsinga- og lýðræðisstefnu borgarbyggðar. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eva Margrét. Ég gef orðið laust fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst svo fundargerð framlögð. Þá erum við komin að 31. dagskrárlið sem er fundargerð velferðarnefndar borgarbyggðar frá fundi nr. 132 og ég bið varaforseta að taka við fundarstjórn. Já, Guðveig Eyglóadóttir ætlar að fara yfir fundargerð velferðarnefndar. Takk fyrir það, forseti og sveitarstjórn. Það er fundur nefndarinnar sem var í gær, 132. Fyrsti liður á dagskrá var trúnaðarbók, þar sem voru afgreiðslur fjárhagslega styrki. Dagskrárliður númer 2, þá var farið yfir reglur fjárhagsaðstoð, umræðurnar að þessu sinni snerust reglur heimild til greiðslu desemberstyrks en það er í rauninni þannig að það er ákveðin hópur sem nýtur fjárhagsaðstoðar í sveitarfélaginu í 2 mánuði eða lengur sem samþykkt var að veita svokallaðan desemberstyrk sem má kannski útfæra sem desemberuppbót sem flestir aðrir launþegar og hópar samfélagsins njóta og nefndin tók jákvætt í þessa breytingar á reglum. Þriðji liður á dagskrá var jafnréttisáætlun og það var kynning á þeirri vinnu sem er í gangi við nýja jafnréttisáætlun og nefndin heldur í rauninni bara áfram að fylgjast með því og svo áætlun verður væntanlega kynnt á næsta fundi nefndarinnar fullkláruð. Fjórði liður, þá var farið og
kynning á kynjahlutfalli í fastanefndum á vegum sveitarfélagsins og svona til upplýsinga að þá eru 275 einstaklingar sem eru skipaðir í ráð og nefndir á vegum sveitarfélagsins og hlutfallið í dag er þannig að þetta eru 130 karlar og 145 konur, þannig að konurnar eru 15 fleiri sem eru skipaðar á vegum sveitarfélagsins en þá mætti kannski segja að það endurspeglaði líka hlutfall kjörinna fulltrúa með einhverjum hætti. En að sjálfsögðu þá er reynt að líta til kynjahlutfalls í nefndum og ráðum sveitarfélagsins en það er alveg ljóst að við getum gert betur í þeim efnum og það er alveg tækifæri til þess. Undir 5. lið þá kom Elísabet Jónsdóttir deildarstjóri í fötlunarmálum og fór yfir stefnumótunarvinnu sem er í gangi í málefni fatlara og þá bæði farið yfir þá vinnu sem hefur átt sér stað og átti sér stað á síðasta kjörtímabili. Það kom smá svona stopp í þessa vinnu bara hreinlega vegna COVID en við erum svona að taka upp þráðinn svolítið aftur í þessari stefnu og á næsta fundi mun Elísabet kynna fyrir okkur svona starfsáætlun og verkefnaáætlun fyrir þessa stefnu sem er mikilvægt að við náum að klára vonandi snemma á næsta ári. Undir 6. lið þá var rætt samþættingu þjónustu við aldraðra og ef ég kannski bara fer yfir þetta stuttu máli að þá er svona framhaldi af velferðarstefnu og bara stefnu stjórnvalda bætta þjónustu við eldra fólk að þá hefur Borgarbyggð sýnt áhuga á svona frekari samstarfi við HVFE og Brákarhlíð samþættingu á þjónustu við eldra fólk og nefndin tók jákvætt í þessa vinnu og við erum má eiginlega svona segja að taka fyrstu skrefin í þessu. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi koma inn í þetta verkefni með okkur og Guðjón Brjánsson hefur verið ráðinn af SSVF til þess að vera ráðgjafi bæði okkar sveitarfélags og annarra sveitarfélaga á Vesturlandi til að stíga skref inn í þessa þjónustu við eldra fólk, bætta þjónustu og samþættingu. 7. liður þá kom inn mál þar sem að óskað var eftir að nefndin tæki það til athugunar að veita börnum með umönnunarkort og fylgdarmanneskju frítt í sund og þetta afgreiddum við hér fyrr á fundinum. 8. liður þá kom beiðni framlag til stígamóta. Nefndin tók jákvætt í umsókn stígamóta styrk til rekstrar fyrir árið 2023. Sveitarfélagið hefur veitt stígamótum árlega styrk. Það má eiginlega segja að stígamót sé að vinna starf á landsvísu. Helmingur þeirra sem leita til stígamóta koma fyrir utan höfuðborgarsvæðið og við vitum að íbúar okkar sveitarfélagsins og annar að leita til þeirra þjónustu. Þannig að við teljum eðlilegt að við höldum áfram að styrkja þessi samtök með einhverjum hætti. Nú síðasti dagskrárliður fórum við yfir gjaldskrá og félagsþjónustu og það er jafnframt gjaldskrá sem við höfum samþykkt hér fyrr á fundinum. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi og ég tek fúslega á móti fyrirspurnum. Takk. Takk fyrir það, Guðveig. Eru einhverjar fyrirspurnir þessa fundargerð velferðarnefndar? Svo er ekki. Þá ætla ég að gefa Guðveigu aftur fundarstjórnina. Takk fyrir það. Þá telst fundargerð velferðarnefndar nr. 132 framlögð. Næstu liður á dagskrá er fundargerð fjallskilanefndar Hítardalsréttar fundur nr. 33. Við gefum orðið laust þá fundargerð. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá telst hún framlögð. Liður nr. 33 er fundur frá fjallskilanefnd Þverárréttar nr. 66. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá er það dagskrárliður nr. 34. Það er fundargerð fjallskilanefndar Þverárréttar frá
á fundi nr. 65 og ég gef orðið laust þá fundagerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Þá er það síðasti liður á dagskrá og það er tillaga aukafund sveitarstjórnar og það er lögð fram tillaga aukafund hjá sveitarstjórn Borgarbyggðar föstudaginn 23. desember sem er Þorláksmessa. Það er aðeins einn liður á dagskrá á þessari. Ég er að koma með aðra tillögu. Eigum við að gera fundarhlé? Já. Óska eftir að gera fundarhlé, já.
Já, þá hef ég fundin aftur og það er síðasti dagskrárliður sem er númer 35 og það er tillaga aukafund sveitarstjórnar, málsnúmer 2212-043 og það er lögð fram tillaga að aukafundur sveitarstjórnar hjá Borgarbyggð verði föstudaginn 23. desember kl. 11 og þeir fulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskráin hjá okkur tæmd. Mér langar að nota tækifærið og þakka sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðar og málefnalegar umræður. Mér langar að þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þeirra vinnu, sérstaklega við fjárhagsáætlun. Mér langar til þess að þakka, þetta er nú síðasti fundur fyrir jól, mér langar að þakka okkar frábæra Stefáni í Hjálmakletti fyrir glæsilegar veitingar á sveitarstjórnarfundum. Þetta heldur lífinu í okkur á þessum fundum. Sveitarstjórnarfulltrúar, íbúa Borgarbyggðar, starfsmenn sveitarfélagsins, ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla, vona að allir eigi ánægjuleg jól og samveru með sínum nánustu og fjölskyldu. Takk fyrir.